Það komiði sæl ágæti áhorfendur og áheyrendur, sínir Egils heilsa á þessum nabra sunnudagsmorgni. Við ætlum í vettvangi dagsins hjá okkur eru Ragnar Ríkharðsdóttir, fyrrverandi þingmaður, Benedikt Erlingsson leikari, leikstjóri og eitthvað meira og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður? Já, fyrir þetta. Og svo sitjum við bræðnir sikur mendanum. Það sko, hver allir sé helsta fréttin? Hvað klukkan 2 eftir þá mætir Katrín á Bessastaði og byrst lausna fyrir sig og ráðuneyti sitt? Nei. Ekki? Ekki fyrir ráðuneyti. Jú. Og gerist það? Já. Og ríkisstjórnina bara. Já, sem ríkisstjórnin. Hún bara að fara að leysa upp þessa ríkisstjórn. Já, þá er ríkisstjórnar laust í landinu einhver tíma. Já, eða sko að það er ekki ríkisstjórnarlaust, þá verður starfsstjórn. Það er vaninni sá að forsetinn óskar eftir því að hún sitji áfram og hennar ráðuneyti. Og það sem var ekki fyrir henni auðvitað þjóðarhagur. Er það ekki? Fyrir Katrínu? Já. Já, augljóst. Þetta er þjóðarhagur. Já, það er augljóst, sko. Ég sé nú ekki hvernig þetta getur verið þjóðarhagur. Nei. Satt best að segja, sko. Ég er sammála því. En það er ágætt að þú byrjar á gríni, sko. Já. Ég reyna að hafa gaman. Sumir vilja losna við ríkisstjórnina og telja það að vera þjóðarhaga að losna við hennar. Ég er nú ekki vissum að þetta þýða við losna við ríkisstjórnina, þótt að sannarlega sé þessi ríkisstjórn. En þetta millibilsástand, sko, er ekki til ríkisstjórn án forsætisráðherra, eða hvað? En sko, þetta er svo... Hún situr væntanlega bara áfram sem starfandi forsætisráðherra þangað til að nýr forsætisráðherra er fundinn. Það er ekki forsætisráðherra laust í landinu, sko. Og hún er búin að taka til á skrifstofunni. Já, þú veist bara... Getur þessu Áslaug Arna haft bara skrifstofuna sína hér og þar? En nei, að öllu gríni sleftu að þá er það ekki þannig að við séum bara með eitthvað forsætislausa ríkisstjórn. Þú veist, hún fer að biðst lausna fyrir sig og sína ríkisstjórn og þá er eðlilegasti hluturinn sem ætti að gerast í kjölfarið á því að Guðni biður hann að sitja áfram þangað til að ný ríkisstjórn hefur myndað. Mér finnst afskaplega ólíklegt að þessum flokkum takist á þetta skömmum tíma með að hvernig er hljóma ennþá að mynda starfhæfa ríkisstjórn með forsætisráðherra etc. Sko, Bjarni hefur verið svona hennar aflýsingar. Það er það sem hún mun gera líklega. Hún mun segja, ríkisstjórn situr áfram sem starfsstjórn, en ég fer í frí. Og þar með verður Bjarni Benediktsson starfandi. Hann flytur ekki á skrifstofuna, en hann verður í morgun í þinginu sem forsætisráðherra. Það ekki? Finnst það ekki líklegt? Ég var alveg til í að vita það. Það var til að eitthvað myndi segja okkur hvað stendur eiginlega til að gera vegna þess að þetta er svolítið snúið staða, þetta er svona einstaklega snúið staði þessu að forsætisráðherra fari svona út úr ríkisstjórn. Þetta er auðvitað bara að leysa upp þessa ríkisstjórn. Mér finnst ekki tala nógu mikið um það, sko. Mér finnst RÚV veigra sér við að lýsa því yfir að það sé verið að slíta ríkisstjórninni. Það er verið að slíta ríkisstjórninni. Jú, það er verið að gera það. Hún er að biðjast lausnar fyrir sig. Hún biðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sig. Og hver er starfsstjórnin? Hún er ekki að slíta ríkisstjórninni eða... Hún er farin. Þar með verður hún frambjóðandi ríkisstjórninni. Nei, svo Katrín er farin. Þannig að hún er ekki aðili að endurfæðingu ríkisstjórninni. Ég meina að starfsstjórn er stjórn sem tekur við þegar að það er búið að biðjast lausnar fyrir ríkisstjórn. Já, veistu það Þórhildur Sunna, ég veit þetta alveg. Þetta er stjórnlega kreppa. Þá er þetta ekki sama ríkisstjórn. Algjörlega burt sér frá því hvort að sömu flokkana Nei, þetta verður ekki sama ríkisstjórn þegar forsætisráðherra er farin og það þarf annað tveggja. Nei, þetta verður annar ráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Hann myndaði ríkisstjórnina 2016 sem var fyrsta ráðuneyti hans og svo núna verður þetta þá annar ráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Ef hann verður forsætisráðherra. Ekki ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur. Það er alveg útilokað mál. Ef hann verður forsætisráðherra. En er þetta ekki já, því keppni. Ef ég líki þessu við minn bransa, þá er þetta eins og ég sé handritshöfundur og leikstjóri og aðalhlutverkið í leiksýningu sem ég er að koma á legg sem við erum með 2 vikur í frumsýningu og svo allt í einu stend ég upp og segi krakkar, heyrðu, ég er búin að fá svo frábært tilboð frá Hollywood, reyndar er ég ekki með neitt vald, ég fæ ekki vera leikstjóri eða handritshöfundur en ég fæ vera aðalhlutverkið með smá svona vetóvald á handriti og svo yfirgefur skútuna og leikhópurinn þarf að taka við. Það þarf einhver að vera leikstjóri og það þarf einhver að vera handritshöfundur með og einhver nýja aðalhlutverk. En þetta er náttúrulega skrítin tilfinning fyrir þennan hóp. Ætti að vera það. Ég er mjög hissa að hverju fólk er ekki meira fúlt yfir þessari upplausn. Eins og þú segir, þetta er ekki þjóðarhagur. Þú sem stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar, þetta er nú ekki gott. Nei, en það sem að mér kemur mest á óvart í þessu er að
það enginn sem eiginlega ræðir það, finnst engum það skrítið að Katrín Jakobsdóttir skuli fara frá borði? Jú, mér finnst það mjög skrítið og ég hef rætt það. Já, en að mér finnst það vera stærsta fréttin í þessu að núverandi forsætisráðherra, allavega til klukkan 2, að hún skuli á þessum tímapunkti, það eru 18 mánuðir í næstu kosningar samkvæmt því sem ætti að vera, þær gætu komið fyrr. En mér finnst það ekki vera rætt og hún ekki spurð. Og mér finnst eftir á skýring að segja ég hafði tekið þá ákvörðun að ætla ekki að gefa kost á mér í næstu alþingiskostningum. Þess vegna get ég farið fram núna. Ég verð að segja, mér finnst Katrín Jakobsdóttir flottur stjórnmálamæður. Það hefur verið gaman að fylgjast með henni í gegnum tíðina. En það kom mér verulega óvart að hún skildi stíga frá borði. Já, ég trúði þess ekki fram á það síðasta dag, þó að hún væri mjög sterklega orðið við þetta, þó að hún væri ekki að neita þessu og allt gaf til kynna, hún væri alvarlega íhuga þetta, þá bara keypti ég ekki að hún myndi bara henda handsprengju inn í stjórnarsamstarfið, taka þetta skref að reyna að vera forseti sem ég finnst líka bara persónulega mjög óeðlilegt af sitjandi forsetisráðherra að gera og hef fyrir því nokkrar ástæður og síðan bara þetta þessi svona skilaboð sem koma frá því að hún stígur frá borði hún í raun að lýsa því yfir að hún hefur enga trú á sitjandi ríkisstjórn lengur, ég meina hún bara farin þetta bara komið í ágætan farveg það skiptir ekki lengur máli hver stjórnar verið sæl. Er þetta svona stjórnlaus metnaður, persónulega metnaður henni til að verða forseti? Ég held hún var einhvern veginn stærri en þetta. Já. Ég held það og þú veist, auðvitað hefur þetta verið svona narratíman á móti henni frá vinstrivængum og baklandinu sem hefur fundist það vera svikið. Þú veist, af stóru loforðunum í gegnum þetta og vinstrigrænir kynkt skít eftir skít og svo búin til að sagja að þetta bara fyrir valdastólana, hún bara að halda völd og völdum og svo framvegis. Og svo allt í henni bara, þetta svona staðfesti þessa frásögn. Og það einhvern veginn fyrir mig, þess vegna svo gaman að við Ragnheiður erum sammála, þetta. Mér finnst þetta vera smá svona hneyksli. Ég veit ekki, ég var einmitt að sjá, maður minnir líka hvernig stjórnmálastéttin í kringum hana, þangað til ég hitti ykkur, virtist vera ána með þetta, allavega í þessum viðtölum sem ég sá eitthvað staðar á RÚV, að það var eitthvað svona forréttinda blinda, það töluðu allir út frá svona hennar hagsmunum og hún væri nú orðið svo þreytt og þetta væri svo erfitt og þetta væri svo ágætt. Það myndi mig á viðtalið við hann Andrew Prince sem fór í BBC og varði sig og það var svo ánægt með hann, fólkið í höllinni. Pierre fulltrúin var svo ánægð með hann, fannst hann hafa staðið sér svo vel. Þangað til að þetta sprakk allt í andlitið á þeim og þá uppgötu þau voru alveg jafn meðvirk og forréttindablind starfsfólkið og fólkið í höllinni. Það ætlar að koma í ljós að þetta sé þráðurinn vegna þess að það ekki vitað hvað getur vel verið að bara 50% þjóðinni við endilega Katrín Jakobsdóttir. Fjölmiðlamenn segja mér það að þetta Bylgjan ráð þessu, Bólurinn og Bylgjan, svona tala þeir og þeir segja hún muni rústa þessu, segja einhverjir. Ég veit ekki hvernig þetta fer. Já, mér þykir hún alveg ágætlega sigurstrangleg. Hún náttúrulega alvön kosningabaráttu og mjög flink í að koma fyrir þessu orði og mjög klár stjórnmálamaður. Var fínn forseti þannig séð? Ég skoðaði þetta. Já, það hins vegar ekki þannig að þú getur bara yfirgefið hinn pólitíska vettvang, eins og hún sagði, nú yfirgefið hinn pólitíska vettvang, ætla ekki að hafa skoðun á öðrum meir og farin Bessastaði til þess að ætla mér að taka sæti við borð sömu ríkisstjórnar og ég að yfirgefa. Já, og þetta kemur hún segir af sér sem formaður VG. Búin að því. Í dag segir hún af sér sem forsætisráðherra. Og morgun sem þingmaður. Og morgun afhendir hún Birgi Ármannsinni afsögn sína sem þingmaður. Og 5. daginn verður hún einhvers staðar fyrir austan. Er þetta virkilega svona í alvöru ágæta fólk sem við viljum hafa hlutina og það sé síðan bara eins og rauður dregill hafi verið dregin út og þá bara beinbraut að Bessastöðum af því að hún svo ágætt. Hún ágætt. En þessi síðustu skrefennar eru ekki ágætt.
í mínum huga. Ég tók eftir því að þið setti hljóða. Ég nefnilega hef verið svolítið þannig. Verið í vandræði með að ná utan hvað maður á eiginlega að segja þetta. Já, vegna þess að þetta svo ótrúlegt eitthvað með. En það akkurat það, Þórhildur Sunna, vegna þess að Katrín Jakobsdóttir ég segi ekki eins og vinkona mín, en við erum góðu kunningjar og ég á svolítið erfitt með í alvöru að vera að segja það sem ég að segja fyrir framan alþjóð vegna þess að mér finnst þetta eiginlega svo dapurt og ég hafði meiri væntingar til Katrínar Jakobsdóttur að hún hefði meiri burði sem stjórnmálamaður til þess að ljúka því sem að hún tók að sér fyrir 3 árum. Þannig að hún kemur... En hún má það, sko, því að fyrri hluti yfirlýsingarinnar það að hún hafi tekið á ákvörðum bara í vetur, að þetta væri komið nóg, að hún væri, Þórður Snær sagði það var tekið við til henni að síðlu haust, þar sem hún sagði þetta allavega að vera út veturinn í ráðundinu. Og ef hún til þess að ekki bara ná lengra með flokki sinn, ekki ná lengra með ríkisstjórnina, ekki ná lengra með þau mál sem hún berjast fyrir, það má hún náttúrulega hætta. Það sem svolítið skrítið að hún ákveður að bjóða sig þá fram til forseta. Já, og af því að hún vill vinna landinu gagn. En sko, við erum að fara... Þú getur unnið landinu gagn í forsetaráðinu. Já, og hún að fara út. Við erum ekkert á venjulegum staði í samfélaginu. Það nýbúið að gera kjarasamninga við hinn frjálsa marka þar sem ríkið stígur inn með cirka 80 milljarða næstu 4 árin. Það eru samningar í farvætnunum við opinbera starfsmenn og við erum með ríkisstjórn sem að í augnablikjun ekki starfhæf. Þetta er annað og meira en að Katrín Jakobsdóttir stígi bara í burtu og ætli sér að fara í forsetaframboð. En ég líst þessu sem svona hápunktinum á stjórnakreppu sem búin að vera viðvarandi mér finnst miklu lengur en hálft ár en allavega mjög augljóslega í hálft ár þar sem við sjáum Bjarna stíga til hliðar og svo liggur ekki fyrir hvernig ríkisstjórnin í landinu lítur út eftir það í Svandísi að stíga til hliðar. Síðan kemur að Svandísi þar sem það liggur ekki fyrir hvort hún verði varin vantrausti, hvar einn stjórnarþingmaður segir að ef einn stjórnarþingmaður styður vantraust þá jafngildir að vantrausti á alla ríkisstjórnina þá þessu bara sjálfhægt. Þannig að það alltaf búið að vera hóta okkur stjórnarslitum. Núna í hálft ár, ég meina hóta þjóðinni stjórnarslitum, ég meina það hefur náttúrulega talsverðar afleiðingar að för með sér og mér gengið þetta af töluverðri og óeðlilegri léttúð eins og það sé engamál þessar að þeir ekki að flokka hvort að þeim gangi að vinna saman eða ekki og það sé svo hægt að mæta næsta dag og segja við stöndum þétt saman, við erum sterk, þetta er fínt, þið eru bara einhvern veginn abbó að vera að spá í því hvort að þetta hangi eitthvað lengur hjá okkur. Þannig að þetta er þriðja stjórnarkreppan þar sem það liggur ekki fyrir hvort þessi starfhæf stjórn á Íslandi á hálfu ári sko. En ef þessi stjórn svona heldur áfram einhverjum hætti, sjáu þið mikið mun á því hvor eru þið forsætisráðherra, Bjarni Ben eða Sigurður Ingi? Já, ég hef það og í mínum huga þá kemur Sigurður Ingi ekki til greina sem forsætisráðherra í nýrri ríkisstjórn og ég ætla bara að segja ykkur af hverju mér finnst það af því að í þessum 3 flokka samstarfi þá var Katrín Jakobsdóttir ultimatið sem forsætisráðherra og það kom engin annar til greina úr Vinstri grænum og hinir 2 sættu sig við það að Vinstri grænir fengi forsætisráðuneyti. Ég ansið hrædd það sem sjálfstæðismaður að ef að sjálfstæðisflokkurinn ætla bara að beygja sig í duftu og segja gjör svo vel Sigurður Ingi, nú verður þú næsti forsætisráðherra. Við skulum ekki gleyma því að þegar Sigurður Ingi varð forsætisráðherra þá hafði framsóknarflokkurinn forsætisráðherra embætti þegar Sigmundur Davíð segir af sér, svo það var eðlilegasti hlutur að það héldi áfram innan framsóknarflokksins. En núna er það bara ekkert eðlilegt, ekki neitt. Ég meina að Framsóknarflokkurinn bjargaði lífið þessar ríkisstjórnar með því að auka fylgi sitt. Framsóknarflokkurinn bjargar ekkert lífið einhverja ríkisstjórnar. Bjargaði með kosningasigrinum. Já, með kosningasigrinum. Vinstri græn
hérna er á þessum kanti, sjálfstæðisflokkurinn á hinu kantum, mætti náttúrulega segja sjálfstæðisflokkurinn hérna megin og vinstrigræn hérna megin og svo siglir framsóknarflokkurinn alltaf svona á grænleitu skýi á milli alls og allt og Sigurður Ingi, þetta er góð drengur. En samkvæmt þínum rökum það þá ekki VG sem ætti að halda í forsætisráðherrastólinn? Sko í raun. Fyrst að Katrín segir af sér. Já, en það er. Það bundið hennar persónu. Það var bundið hennar persónu, það var ekki bundið VG. Þetta var á þann tíma þegar hún naut mikil traust. Hún meldist með 61% traust með þjóðarinnar. Það komið niður í 34% núna. Þannig að sömuleyti var þetta svona ákvörðun bara á þeim tíma. Hún var líka með stjórnarmyndunar umboð, sko. Já, það var eðlilegt og hafði verið forsætisráðherra. Er ekki bara skynsamlegast? Að kjósa. Að kjósa. Ég held það. Að þessi ríkisstjórn fær bara frá. Og og við bara á sama tíma á póstakostningu. Nei, ég held að það sé ekki góð hugmynd. Ég hugsa ef við ættum að kjósa þá ætti að vera snemma haust. Já. Þá eru þið býrþetta tilbúinir sem sagt. Nei, ok, ég meina það augljóslega, en fyrir utan það að þá það, ég meina, það er hægt að búa til kosninga með 45 daga fyrirvara, en það er í fyrsta lagi sturlun, það er algjör bilun að ætla að stilla upp á framboðslista á þessum tíma að ná. Það var gert 2009. Já, en var það sniðugt? Þið eru alltaf tilbúinir. Og þið eru alltaf bara með vélsið bara kveikið á, sko. Það var líka skammur tími 2017, mér finnst það alveg ótrúlega mjög skammur tími 2017. Ég var mjög hissa að því ekki mótmælt, því það er mjög ólífrið. Gríðarlega stuttur líka, nei, ég held að hann hafi verið alveg 5-6 vikur. En hann var samt allt og stuttur. Danir lifa við þetta og Breta lifa við þetta, en fæsti lifa við þetta. Ég meina, það var búið til kosninga með 6 mánaða fyrir var í Hollandi núna í fyrra. Já, en það er ekki þessuna sem ég er að benda á þetta, heldur vegna þess að mér finnst ekki eðlilegt að þingi sé að tróða sér ofan í forsetakosningar. Það bara, þetta fer ekki vel saman. Katrín Jakobsdóttir er að því, svolítið. Já, hún er að því, vissulega, og ég hef mínar athugasemdir við það, bara eitt og sér, sko, og við skulum alveg fara út í það á eftir, en bæði það að við ættum ekki að vera, ég meina þingi, það er hefð fyrir því að þingi fari frí fyrir forsetakosningar til þess að landspólitíkin sé ekki að flækjast fyrir og svo framvegis og ég held að það sé bara ekki, ég held að það sé ekki gott að hafa þetta tvent saman, ég held að það sé ekki að fara að hjálpa neinum varandi kjörsókn eða varandi áhuga, ég held að þetta verður bara eitthvað skrípaleik. Já, en það getur bara, það er þá bara hægt að ganga út frá því vísu að það verður ekki kosið í vor, það verður kosið í haust og að forsætisráðherrann kannski bara fáum við einhvern utan úr bæ innan gæsalappa sem að tekur að sér að leiða starfsstjórn vegna þess að það yrði algjörlega fáránlegt En sjálfstæðismenn að tala um Þórdísi Kolbrúnu, hún tækir við En það er ekki til í dæminu að sjálfstæðismenn seti varaformannin sinna á forsetaráðherrastól, ég meina þá væri Bjarni að fara að segja af sig. Ég er heldur ekki viss að séu sjálfstæðismenn að tala um þetta, ég heyrði bara Oddnýju Harðardóttur tala um þetta. Andstæðingar sjálfstæðismenn að tala um þetta. Já, en er ekki ég saði nú við Gunnar Smára frammi áðan að sko, pólitískt læsi mitt. Já. Það hefði svona sagt mér að formaði sjálfstæðisflokksins þegar hann fer í utanríkisráðuneytið að þá væri hann þá væri það svona eða teikna loftu það að hann væri á útleið. Vegna þess að formaður sem að hér meir og minna í útlöndum er ekki að sinna sínum kjósendum á Íslandi, ef við getum orðað það svo. Kannski er það bestur í flokkin. Bjarni er óvinsalasti stjórnmálamaður bara jafnvel sögunar. Já, en það er ágætt að hafa hann bara úti. En sko nú ætlum ég líka að koma formanni sjálfstæðisflokksins til varnar. Það er líka með ólíkindum. Bara að mínum mati. Hvað á honum dynur. Það er eins og hann einn og sér beri alla ábyrgð á því hvernig sjálfstæðisflokkurinn hagar sér og þingmennirnir hagar sér. Þannig á það að vera það ekki, að formaðurinn beri ábyrgð á þessu. Nei, ég meina það er ekki, erum við virkilega á þeim stað, meiri sé í sjálfstæðisflokknum, að það sé algjört foringaræði og þú bara andar honni í hálsmánu á formanninu. Hvaða helvítis kjaftaðið er það? Í flokki fólk sem að kennir sig við frelsi einstaklingsins til orðs og æðis. Gott að heyra þetta. Ég held samt að Bjarni sé á útleið og að sé honum alveg að meina lausu að hann veri ekki forsætisráðherra fram að næstu kosningum í einhverju hallarísi ríkisstjórn. En ef ég má snúa við blaðinu og benda á hvað er kannski jákvætt við frambúð Katrínar Jakobsdóttur, þá má eiginlega setja þá kenningu fram að
gamla kenningin að þjóðin kjósi alltaf eitthvað svona anti-establishment og þannig getur við sagt það náttúrulega ýmislegt á móti Katrín og náttúrulega Thoroddsen og það hefur alltaf ekki reynst þeim vel að fara í forsetakosningar og fyrir utan það líka að vera fulltrúar ríkisstjórnar og nokkur dæmum það hefur farið illa fyrir þannig frambjóðendum en það sem þó jákvætt við þetta það má líka þá segja sko að það önnur kenning að þjóðin alltaf að sjálf einhvern veginn að móta þetta skrýtna embætti með því að vera alltaf að kjósa á einhvern hátt antitesuna og núna hefur það gerst með þessari sprengju að við einhvern veginn þetta litur að vera fjölga sko. Við erum bara, það geta allir orðið forsetar og við upplifum það að það er sko alveg frá því að það voru ekki bara gamlir patriarkar, það gaf kona jafnvel orðið forseti og nú getum bara, það var alveg merkilegt á sínum tíma og síðan núna getum við fengið bara homma sem forseta og við getum fengið gamla afdanga fræðimenn og trúða getum við fengið og leikara. Jólasveit getum við fengið líka sem forseta. Já, ég meina, en þú veist, allavega, hvað stendur þetta til boða og jafnvel komið svo núna í þessari fjölbreyting, jafnvel forsetisráðherra getur orðið forseti. Þannig að við erum búin að opna spektrumið algjörlega og nú velur þjóðin sko, einhverja antitesu og ég veit ekki hvort að gamla kenningin haldi einmitt með anti-elitu kosningarnar sko. Kannski vill þjóðin bara einmitt hleypa elituna borðinu líka, hún getur líka orðið forseti. Já, ég meina Ólafur Ragnar var sitjandi þingmaður eða bara þangað til að náðu kjöri. En hann var á einhvern undarlegan hátt í andstöðu sko, var ekki Já, ég meina hann var í stjórnarandstöðu. Hann var refur sem við kusum ekki saklaus eða hættulaus. Á móti ríkisstjórn, sjálfstæðis Davíðs Oddsson. Já, Davíð var nú alvarlega íhuga að bjóða sig fram sjálfur á þeim tíma. Og þar með var líka andstæða Vigdísar, skilur við það. Og svo kemur Guðn eftir það sem kannski hlutlausari og hættulausari fræðumar. Já, svona ópólitískara. Hann verður svo alþýðulegur buffið og pizzurnar bara gera það að verkum, það opnast bara Pandóruboxið og öllum finnst. En hugsið ykkur hvað þetta nú sjálfhverft og hvað stjórnmálamenn eru sjálfhverfir. Þú veist, af því að þeim hefur vegnað ágætlega í prófkjörum og í kosningum, þá finnst þeim bara næstum því eins og þeir séu sko guðskjöf til þjóðarinnar og þeir geti bara verið allstaðar og hvergi sko. Fyrrverandi forsætisráðherra Davíð Oddsson, seðlabankastjóri. Erum við ekki örugglega að grínast? Það var Steingrímur Hermannsson líka og fleiri, en sko, hvers konar fæð þetta hjá þjóðinni að það skulu alltaf sömu einstaklingarnir dúkka upp í Þeir upplifa það að sé eiginlega engum tristandi nema þeim en ég held að þjóðin sé ekki á þeim buxunum sko. Þjóðin hefði ekki valið þessa menn sem seðlabankastjóra Nei, en sko þess að talaði um sjálfhverfu og stjórnmálamannana Manneskjan svo viðkvæm, hún svo mikil félagsvera og hugmynda og hugræna, hún getur bara við lokumst í okkar eigin búblu og það sjáum við þetta líka hjá stjórnmálafólki gefa kost á okkur? Já, það er ekki á seint. Það er ekki á seint, það er 27. apríl sko. Já, ég náði 20 fullum leiksýningum síðast þegar ég fór í Stórasalinn, það hlýtur að vera mikið fylgi, fólk sami á sviði. Nei, í alvöru sko, það er kannski ljótt að vera að grínast með hluti þegar ástandið í samfélaginu er jafn graf alvarlegt og raunburvitni. Mér finnst það ekki ljótt. Þetta er ekkert grín. Nei, okkur er bara boðið upp í þennan leik. Já, ég hef mitt sagt sko, ég væri grenjandi í hláturskasti ef þetta væri ekki svona stórkostlega alvarlegt og það er margt alvarlegt við að Katrín sé að bjóða sig fram sem forseti, sem fráfarandi forsætisráðherra. Það er alvarlegt að það lítur út fyrir að sama ríkisstjórn ætlar að sitja áfram og að hún verði þá mögulega forseti yfir þeirri ríkisstjórn sem hún leiddi fyrir bara örfá mánuðum síðan. Það er ekki trúverðugt að forseti, ég held að það muni skaða forsetaembætti. Ef að þetta verður niðurstaðan. Það koma upp þannig ágreiningsmál sem hún þarf að... Já, ég meina að hún fer með stjórnarmyndunar umboði sem er tákrænt í sjálfu sér. Hvaða merkingu hefur það þegar hún á að fara að velja á milli sinna pólitísku andstæðinga eða sinna pólitísku samherja? Ég er að segja það, ef hún er kosin. En ég meina við erum náttúrulega bara að tala um það. Hún er að bjóða sig fram í þetta hlutverk. Hvaða afleiðingar hefur það ná hún kjöri? Þetta 1. ágúst verður nýr forseti settur í embætti. Ef að það er Katrín Jakobsdóttir, þá er hún að fara að setjast á ríkisráðsfund með ríkisstjórninni sem að hún átti þátt í að semja. Ef ríkisstjórnin heldur, ef hún er kjöri. Við höfum þetta alveg til liðar, sko.
og þá á hún að vera öryggisventil gagnvart þessari ríkisstjórn. Hún á að hafa samviskuna í að meta hvort að eitthvað mál sem komið frá ríkisstjórninni sé það umdeilt innan samfélagsins að það sé rétt að vísa þetta til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta sko, það eitt og sér. Síðan það þetta með stjórnarmyndinu umboði. Það styttist í alþingiskosninga. Það vissulega 1,5 ári að formlega eiga eiga sér stað, en mig grunar að það verði eitthvað styttra. Ég veði á svona ár að það verði niðurstaðan og við verðum með einhverja algjöra steypu þangað til, en ég meina þannig verður þetta. Þetta skiptir máli vegna þess að ef að hún tekið ákvörðun að fara án þess að vita örlög ríkisstjórnarinnar, þá það náttúrulega mjög ábyrgðarlaust. Og vondir ráðgjafar og einmitt gæti við bara lendi í svona vandræðum að hvenær á að kjósa og kjósa hún í forstakosningar framtökutónum. Hún er fyrrverandi núna, formaður þess flokks sem stendur veikast eftir þessa ákvörðunennar að ganga út úr ríkisstjórninni. Það sem mjög erfitt fyrir VG ef að leysist upp og verið kosið að formaðurinn hafi gengið út úr ríkisstjórninni og þau ná ekki eins og endurnýja forystu sína. Þar svona varaformaður sem að fæstir líta á sem svona framtíðarleiðtoga nema kannski sá hluti VG félagi sem eftir í flokknum, því að það er náttúrulega gríðalur hópur flúiðina flokka undan þessum árum. Það getur vel verið að sé bara eitthvað í áfólk bara eftir. Þannig að sáflokkur í veikri stöðu, en ef að Katrín hefur samið fyrirfram áður hún fer út, hvernig þessu minni lykta, þannig hennar litli flokkur hangir þarna inni með eitthvað svona þokkalega afgreiðslu mála, eða þessu niðurstöðu sem hún getur lifað við, að þá hún einmitt á ríkisráðsfundinum að fara að hitta þetta fólk sem hún samdi framtíð síns flokks og möguleika sín á að fara í frambóðið. Allar að fara að vera þar forseti gagnvart þeim, mér finnst þetta bara Ég held að hann hafi reynda bara Baldur var skammaður fyrir að orða þetta, Baldur Þórhallsson við Rauðabrauð, en ég minnst þetta alltaf að vera eiginlega bara skynsamlegur og skynsamlegur. Ég held að það verið bara svolítið ónákvæmt, það var kannski alveg vandamáli hjá Baldri að tala vanhæfni bara því að Baldur fræðimaður, þú veist, þá þetta kannski ásýndin kannski vanhæfni en svona lagalega séð og þá það ekki alveg til. Það mokkin stökk á þetta og byrti í staksteinum upp úr viðtalinu en aldrei hvar viðtalið fór fram. Nei, en við skulum nú bara, það er nú eitt við það að vera í frambáði. Man þarf að vera alveg afskaplega varfæri með hvað maður að segja og svo samhengi hlutana líka þannig að ef þú ert stjórnmálafræðingur að þá eru kannski gerða ríkari kröfur til vals og orðalagi heldur en ef þú ert ekki. Þannig að þú veist, þetta svona það brennur á mér mikil spurning til okkar allra haldið að Katrín eigi möguleika að verða næsti forseti? Já, ég held hún eigi alveg möguleika. Já, líklegust kannski. Nei, ég finnst ekki þetta líklega, hún alveg möguleika. Kostningabaráttan ekki byrjuð, það má vel sjá fyrir sig kostningabaráttu, segjum að svona, að þið verum að tala svona sjálfumgleði elítunnar og að sumuleyti þá það vegna þess að það svona vilji út í samfélaginu alltaf að beygja sig fyrir valdið og þau eigið og þau meigið og þess vegna fara þau með vald á Íslandi, fólk eins og það fer með vald, það fer illa með vald vegna þess að það svona, og maður heyrir það líka í fjölmiðlum eins og til þess hvernig maður tekið á því sem Baldur var að segja, að það tekið á aldrei gagnrýni á þetta framboðinnar Katrínar sem svona eitthvað svona höss, ég meina þú varst í bara hörku baráttu í vikulokunum í gær, það sem átti bara lemja niður alltaf gagnrýni á þetta og Ísland svolítið svoleiðis, þannig það getur vel verið að svona rauði sófinn hjá Gísla Marteini ákveði einhvern veginn að það sé bara langbest að Katrín verði það og henni takist að fara í gegnum hvað þetta, 8 vikur, mér finnst það samt ólíklegt. Hún hefur náttúrulega gríðalegt forskot sem að ég myndi svo einmitt hneykstarlega á í vikulokunum sem að hún á biðlunum sem forsætisráðherra og það daggóð summa á mánuði sem að vissulega eins og bent vera hún alveg rétt á, en ég held að sé ekki beinlega skert ráð fyrir að það sé nota til þess að bjóða sig fram sem forseta, og það eitt og sér allt í lagi fæn. Þú hættir í vinnunni, þú ættir rétt á einhverjum uppsögnarfresti, en svo það hitt að hún með 2 pólitíska aðstofamenn sem missa vinnuna á sama tíma og hún að fá líka bilun og eru þá á fullum launum geta verið að vinna fyrir hana ef þær vilja á þess að þurfa ég myndi vilja vita, gríðarlega heppin en þetta samt þetta þýðir að hennar framboð í raun fjármagnað af almenningi og
án þess að almenningur hafi ákveðið að til þess væri þessi leikur gerður, sko. En þetta, hún líklegust? Það er það sem ég að meina. Ég meina, hún er með 2 mánuði hérna á fullum launum, með 2 aðstofamenn á fullum launum, segjum svo að þeir ákveða að taka þátt, sem að mér bara ágætis líkur á að þeir geri. Og þar að auki hún með gríðalegt pólitískt kapital. Hún er örugglega best þekkta manneskjan af öllum sem hafa boðið sér fram á Íslandi, augljóslega. Með margra ára reynslu og pólitík. Hver var það sem sagði að hún væri búin að, ég held að það hafi verið Henry Alexander sem sagði að hún hefði gert það að svara ekki spurningum að listgrein. Sem að ég get alveg tekið undir. Hún er alveg ótrúlega flinki að svara mér ekki þegar ég spyr hana spurningum með öðrum í stjórnarandsstöðunni. Og hann virðist halda að hún komist kannski ekki upp með það í forsetakosningunum. Ég held ekki, af því að hún, eins og ég segi, hún er, eins og hann sagði, hún er búin að gera þetta listgrein, sko, að koma sér hjá því að svara erfiðum spurningum. Og svo er hann með heilan kór í kringu sig sem segir, eins og Jón Gunnarsson sagði í gær, það sé bara fullkomlega eðlilegt að hún fari í forsetaframboð, það sé ósmekklegt að benda á hvað er óeðlilegt við það og að þetta sé bara eitthvað bölmóður og eitthvað svona og eitthvað formstagl að benda á afleiðingarnar sem að koma frá þessu sem það hefur verið að leysa upp ríkisstjórn út af þessu, það hefur verið að slíta henni. Það liggur ekki fyrir hver er ríkisstjórnin í landinu, við vitum ekki hvenær það kemur í ljós. Og svo framvegis og svo framvegis. Svo má líka benda á, það bara fullt komið fram af faktist frambærilegum frambjóðendum sem gætu alveg orðið fínir forsetar og gætu sinnt þessu mikilvæga starfi varðandi málskottsréttin eða ríkisstjórnarmyndun af algjörum sóma. Þannig það er engin þjóðarhagur, það er engin neyð sem hvetur til þess að ekki svo þegar Ólafur Ragnar hætti að bauð sig fram aftur. Það var út af neyð, það var ekki nógu gott mannaval. Þannig það eru þarna frábæri fulltrúar sem ættu kannski að tala og kannski erum við bara að styrkja frambúðina með því að tala mikið Katrínu Jakobsdóttur í þessum þætti. Við ætlum bara að tala alla hina frambjóðendum. Þetta svo stór pólitísk tíðindi sem munir lifa í langan tíma. Við erum á þannig tímamótum einhvern veginn að við erum að horfa fram á algjörlega nýja sviðsmynd. Stóru tíðindi vikunar eru afsögn Katrínar. Já. Það að Katrín sem var í framboð finnst mér vera bara svona lítri frétt aftur. Ég held að Guðni, núverandi forseti Guðni TH hafi bara gert Katrínu óleik. Ég held að hafi flestir reikna með að Guðni tæki næstu 4 árin og ef að Katrín Jakobsdóttir var búin að taka það ákvörðun að fara ekki í pólitík aftur að næstu, þá hefði hún getað undirbúið í arfiði næstu 4 árin einhver staðar annar staðar í einhver öðru starfi. Það er alltaf búið að vera opinbert leyndarmál að hún er búin að vera að leita sér að öðru starfi alveg síðan áramótin eða fyrir þau. Já, þannig að ég held að Guðni eins ágætur og Guðni TH og búin að vera, mér hefur fundist hann bara þægilegur forseti og elskulegur, en ég held að hann hafi gert stjórnmálaelitunni bara pínu óleik að stíga allt í hennu frá borði og það reiknu allir með að tæki 4 ár til viðbótar. Loksins gaf þeim spark. Já, og þá bara allt í hennu fer allt til fjandans á... Hann hefur gefið þeim nokkur spörk. Það er ekki Guðni sem sprindir ríkisstjórnina. Nei, ég veit það, en ég held sko að bakgrunnurinn sé kannski pínlítið öðruvísi heldur en við flest vitum. Það er svona tilfinning fyrir því að það að Katrín Jakobsdóttir segja hún hafi tekið ákvörðun að hætta í pólitík við næstu alþingiskosningar, það segir mér að það er eitthvað, það var eitthvað í farvegninu annað en það að ætla bara að hætta núna og skella sér á Bessastaði, sko. Já, hún var að leita öðru líka. Já, en það, svo við getum, svo er sammála þér, Benedikt, að það eru bara margir hæfir þarna inni. Ég til dæmis kaus Höllu Tómasdóttur 2016 og ég ætla að styðja hana áfram. Mér finnst hún, ég þekki hana vel, þetta er flott kona, velgerð með gildin sín og nokkurn veginn á tæru. En svo er annað sem ég finnst svolítið merkilegt, sko, og það pirrar mig. Sko, það er Baldur og Felix. Þetta minnir mig alltaf á Gunn og Felix. Ekki Baldur og Konna. Nei, ekki Baldur og Konna, það er Gunn og Felix. Sko, Felix Bergsson er ekki forsetaframboði og þeir geta ekki tala þannig að þeir ætla að skipta með sér embættinu. Þetta er svo Guðrún Katrín var nú svolítið í framboði og regnur í 96. Hún var
var hlekkurinn að Sigri Ólafs Ragnars. Já, hann sagði alltaf við Guðrún Katrín. Já, en hún var ekki framboði. En þeir tala, þeir eru svolítið skemmtilegir, sko. Þeir eru mjög skemmtilegir. Að þeir tala, sko, við ætlum eiginlega, sko, við ætlum að skipta svo mill okkar, sko. En þetta myndmáli svolítið þannig að framboðið er Baldur og Felix og þeir eru, þú veist, það svona þeir eru endur skilgreina embættið eins og kannski leikurinn hefur verið. Já, en þú getur ekki skráð eða endurskipað. Þú getur ekki verið með nýtt leikrit. En samt er þetta þannig að hlutverk makans hefur vaxið bara undan þessum árum. Það er Guðrún Katrín og það er Dorrit og síðan er það Elísa. Já, en makin er ekki framboði. Nei, sko, mér finnst þetta mjög áhugavert hjá þér. Þetta er næstu í nýtt leikrit sem ég var að segja að þá þurfum við að krefja líka Felix ákveðna svara. Ætlar hann að fara núna til Svíþjóðar og dansa í Eurovision-partíinu? Nei, hann er ekki. Með Ísraelsmúna? Er hann að gera það? Ég held ekki. Ég held að hann sé búin að segja sig frá öllu sem heitir RÚV, sko. Ok, og hver er afstæða hans til Eurovision þá og partísins? Ég veit ekki hvort það hafi komið fram, ég get ekki sagt til. Það verður þó ofnber afstæða frambóðsins. Kannski gerum við það við erum höfum svona maka þátt. Já, Nei, vitið það í alvöru, af því að þeir voru nú félagar Gunni og Felix. Já, Gunnar er kosningarstjórinn. Já, og Gunnar er bak við frambóðið þeirra, sko. Og þannig að þá verður ekki Gunnar og Felix, heldur Baldur og Felix og þetta er, sko, Baldur Þórhallsson er mjög flottur maður og allstað það sem hann hefur talað og þá hlustar maður. En þetta er samt pínu eins og nýtt leikrit sem er að fara af stað. Það er í boði. Og það er í boði. En í dag kom nýr frambjóðandi. Halla Hrund. Og það búið að vera umræðum hann á netinu. Og þá var alltaf fólk sem hún er svo góður orkumálastjóri. Ég er sko, hvernig veit fólk hér og þar hvort orkumálastjóri sé góður orkumálastjóri eða ekki? Hún er búin að vera ótrúlega dugleg að koma sjónarmiðum almennings á framfæri í umræðinu. Mér er svo mjög heillandi þessi konu, það má ekki miskilja mig. Nei, hún er góður orkumálastjóri og þess vegna þykir mér leitt að myndi ég ekki vilja missa hana sem slíka þó að mér finnst hún líka mjög efnilegur forseta frambjóðandi. Að þá, sko, hefur hún komið svo sterk inn í að svara rosalega mikið af svona því sem að ég myndi bara kalla hræðslu áróðri sem hefur verið í gangi varðandi stöðu orkumála á Íslandi. Hún hefur talað máli neytenda, hún hefur talað máli heimilana, hún hefur talað af mikilli skynsemi, hún hefur talað nýtni og annað og verið svona rödd gegn það sem mér finnst bara að vera mjög skýr hagsmunaöfl þegar kemur orkuvinnslu á Íslandi og virkinum og öllu þessu mögulegu. Vegna þess að það er búið að vera að hrópa okkur orkuskortur, sko. Og svo er hún að útskýra, ég meina, þetta er kannski ekki alveg svo einfalt að segja að við séum bara leiðinni í eitthvað svartnætti ef við botvirkum ekki bara Ísland, sko. En við þurfum að nýta orkuna betur og við þurfum að hætta að selja umfram það sem við getum selt til eitthvað stórnotenda sem þurfa ekki að fá orkunni okkur. Tryggja almenningi að hann er rétt á orkunni umfram aðra, sko. En þá erum við komin að öðru. Við erum með 3 ríkisstarfsmenn sem eru að fara í forsetaframboð. Persónuvernd þá ertu að tala líka. Og kannski 4. Með Steinunni Ólínu. Hún er ekki fastráðan leikari í Þjóðleikhúsinu. Já, hún er fastráðan leikari í Þjóðleikhúsinu. Baldur Þórhallsson er í háskólanum. Halla Hrund er orkumálastjóri. Katrín Jakobsdóttir er forsætisráðherra ennþá. Og þú veist að forsetin er opinber starfsmaður. Já, og Helga Þórisdóttir, nú ætla ég að vera leiðilega mannskjan, sem ég nú yfirlt ekki. Nei, það tekst svona ágætlega þú reyndir. Já, að það er til dæmis, fer Helga Þórisdóttir í leyfi frá því að vera forstjóri persónuverndar og þegar að allt fer og hún verður ekki kjörin, þá gengur hún aftur að embætti sínu vísu. Sama bara Guðni T. var að ganga núna í starfsið sem professor í háskólanum eftir 8 ára leyfi. Já, en sko það er hann fékk launalaust leyfi, alveg eins og skólameistarar sem að sitja á þingi, þeir fá launalaust leyfi í 4 og geta fengið allt upp í 8 ár og kennarar líka, en sko er þetta ekki eitthvað skrítið? Nei, ég meina, þau alltaf verið launalaus við Katrínu sem er á beinunum. Já, en svo ertu þingmaður og þú ferði í kosningar
þú bara geymir ekki þingmannsembættið á meðan, þú átt það undir þjóðinni að og kjósendinu. Ólafur Ragnar, hann sagði ekki þessu þingmennsku fyrir en hann var orðið forseti. Nei, ég veit það, en þetta er mér... Þá bara frambúð á færi þeirra sem hafa efni á því, sjá til. Nei, en ekki ágætt að þessi lýðræðisveisla sé okkur litið stutta af ríkinu líka? Ég veit það ekki, ég er ekki... Ég ætti alltaf að ganga með það kannski. Ég meina, færðu launað leyfi sem forstjóri? Eða færðu forsetaframboð? Ég held ekki. Getur þú fengið það? Ég meina, þú fær launaleyfi kannski til náms eða til veikinda, en að öðru leyti held ég ekki að þú getur fengið launaleyfi til þess að geta farið í forsetaframboð, sko, ekki sem ríkisstarfsmaður. Ekki nema verið skilgreint sem sjúkdómur. Nei, ég veit það. Ég áttu kannski ekki við það. Það er ekki á launum sem þú farið í. Nei, þau fara ekki á launum. Þeir fara ekki á launum. Það er þessi vissulega leyfi. En þeir fara í leyfi og svo ganga þeir aftur í starfið af því að þú munt ekki geta það sem segjum að þegar þú ferð í þingkostningarnar næst. En ég verð á launum alveg þangað til að ég kjörin eða ekki kjörin og svo ég er rétt á biðlaunum í halvt ára að ég er ekki kjörin. Já, ég veit það. Þannig að ég hef alveg ákveðið öryggi sem maður. Í 6 mánuði ef maður fellur út á þingi eða maður bara hættir þá hefur maður 6 mánuði laun eftir 2 kjörtímabil. Þetta er ekki stöðuleiki í þessu, þetta er mjög ótryggt ástand. Hvað segir mér alltaf þegar það vantar allan stöðuleika og það er ótryggt? Þessi ríkisstjórn var búin til í kringum pólitískan stöðuleika og núna sittum við uppi náttúrulega með... Hún var líka búin til utan að efla traust á stjórnmálum og mér finnst allt þetta hafarí sem er búið að vera í gangi hérna vera svo slæmt þegar kemur að trausta á stjórnmálum. Þetta er bara, það er verið að gera eitthvað brandar hérna sem er bara ekki fyndin. Ég vil taka undir þetta, það var alltaf verið að tala um trúðalestina og hvað trú að bjóða þau fram og mér leittist þetta svolítið. Mér finnst bara allt í lagi að fólk má bjóða sig fram og ég trúflar ekki neitt. En mér finnst vitleysan hafa byrjað í kringum framboð Katrínar. Þá finnst mér þá gekk það fram að mér. Ég trúði, ég var alveg eins og Þóroddur Sunna. Ég hafði bara ekki nokkra trú á því að hún myndi gera þetta. Þetta meikar engan sens. Ég er svo hrifinn af leikhúsinu, eða spenntur fyrir leikhúsinu sem fólk býr til í kringu sig. Ég hef nú ekki séð þetta hjá Katrínu. Hefur hún komið fram með einhverja ræðu? Jó, hún var í íbúðinni sinni áherslu. Svo fætti hún í Hörpuna með útsýni yfir sundin. Já, þannig hún er flott, hún er byrjuð. Hún er með leiktjöld. Ég minna þið sá okkur í Jón. Þetta var mjög pródúsera myndband, sko. Mér fannst svolítið sérstætt við Jón og hann var þarna Hann er svo fyndinn, sko. Nei, hann var samt sko að því við kusum að síðast sem borgarstjóra því hann var ekki að leika stjórnmálum. Haust hann ekki sem borgarstjóra heldur sem borgarfulltrúa? Já, borgarfulltrúa minni. Svo var hann ráðinn borgarstjóra? Já, en hann rústaði þessu reyndar, þannig, ok. En það var skemmtilegt. Já, en allavega, þá var hann ekki, hann var kosin að því hann var ekki að leika stjórnmálum. Hann var eiginlega að leika Óla Ragnar hann. Núna var hann svolítið smá klunnalega sem svo sætt að leika stjórnmálamannin og heiðarlega stjórnmálamann og ég heyrði í einhverjum heitum stuðningsmanni hans sem sagði að hann var bara þetta nýja versjónin af Jóni. Og svo sáum við Hallu Tómasdóttur sem kom hérna svolítið svona eins og forstjóri stórfyrirtæki í mötunitinu og kallaði okkur á sal en sko þar voru stóru mistökina, hún var fyrir framann sko svona grænan gróður í grænum kjól, það er svona ekkert lært af Kennedy og Nixon þarna, það vantaði hérna þá hugmynd og svo sjáum við Höllu sem kemur með hérna vídeo núna sem er hansi áhugavert en fyrir mig sko þetta fyrir aðeins yfir mörk hjá mér í nasjonalisma ég veit ekki, fólk er kannski við erum svo saklaus að þessu leiti en sko mörki milli þjóðirnis og þjóðræknis og þjóðirnisstefnu eru náttúrulega hjá okkur svo einhvern veginn fljótandi meðan að Evrópumenn eru miklu viðkvæmari og ég er orðin miklu viðkvæmari fyrir þessum táknum sko mér fannst þetta fara alveg yfir í sko eitthvað svona þjóðrembu en þetta er auðvitað bara myndmál, sjá hvernig það virkar, skilur við? Mér finnst það mjög atriðslega þjáni vegna þess að hún er eiginlega með, þetta gat verið bara eins og þetta væri frá 1950, sko. Það er meira að segja, ég held að þessi ungmennafélagin eru nefnd þarna, þannig fólk bara að slá og svona heilbriði sveitarinnar og svo er hún náttúrulega að tala svolítið eins og við eigum sameiginlega sko auðlindirnar og eitthvað sem er líka svolítið svona að ég átti hérna löng viðtöl við Benedikt Sigurðarson fyrirverandi formann KEA þar sem vorum einmitt að ræða svona félagslegra hreyfinga við stjórnmálin sem er eiginlega horfin núna og þetta myndi mér bara eins og þetta væri eiginlega myndskipting við það sem við vorum mest að tala sko Ísland svona á fyrstu áratugum síðustu aldar
reyndar. Og var þetta Halla? Hallarhrund. Flott klipp, sko. Vel gert, það er svona vel unnið. Já, en þetta er sem sagt umhugsunarvert því þetta er svona branding sem fólk að búa til þess að hjálpa fólkinu að máta þessa mannesku við þetta embætti, sko, einhvers konar antitesa, ég veit ég, þetta er leikurinn. Og ég býð spenntur eftir sko fleiri útspilum frá frambjóðandum. Ég ætla að nefna eitt að þau verið mjög svo þætti að ég man ekki hvort það var fyrir 6 vikum eða 7 vikum og þá var eitthvað að vera ræða forsetakosningar og þá sagði eitthvað svona, minnst vant eitthvað svona sem að talar svona það sem við eigum saman og samfélagið okkar og eitthvað slíkt og þá sagði ég, það er kannski helst Hallarhrund sem það, sagði ég. Af því að hún talar svolítið svona sem orkumálastjóri við eigum þessar auðlindir saman og þurfum að taka ákvörðun þar. Við getum ekki bara leyft sko ríkuköllunum að heyrða þetta. Hún talar svolítið þannig, ekki með kannski þessu orðafæri. En ég ætla bara að geta þess að ég held að enginn hafi verið búin að nefna hana sem frambjóðanda. Eins og ég segi, mér finnst allt frambærilegir frambjóðandur. Ég sjálfur í miklum vanda, þarna eru fólk sem stendur mér nálægt, það er náttúrulega fóstbróðir minn og svo er Steinun sem er kollegi minn og vinnur og Baldur er líka frendi minn og ég þetta var mjög erfitt vel fyrir þig. Já, Jón Gnarr er eiginlega sko. Ég minnist hræðilegt. Já, fóstbræðum, þú fóstbróðin, já. Þetta togar í alls konar strengi og ég veit eiginlega ekki hvað ég á að gera. Þetta minnir mig að þegar ég var í menntaskóla þá bauð vinur minn Skúli Magnúsins fram til skólafulltrúa sem var svona fulltrúi nemanda og ég hvatti hann til þess og hann og svo kom allt í einu frændi minn, Þorbergur Rögnarsson bauð sér líka og ég var þarna milli 2 elda og þurfti að svíkja, skilur, sveik vinn minn fyrir frænda minn. Blóðböndin voru svo sterk og mér fannst ég verða að standa, þetta var mikið dilemma. Ítalarnir segir þetta, blóðið þykkar en vatn og það stendur alltaf með fjölskyldunni. Já. Það getur nú verið misjafni frendinir. Já. Svo það kemur að því hvort maður ætlar að kjósa. Ég efast að allir mínir ættingi að kjósa mig. Nei, það er rétt, Sturlungu þetta er gott dæmi það. Já, þarf. Þetta er staðan. Núna er Katrín líklega að hafa sér til. Hún þarf að fara í bíltúr til Bessastaða. Hún er á Álftanesveginu núna. Hún á að mæta þar klukkan 2 og segja af sér. Eða biðjast lausnar, heitir það víst. Já. Ég hef einu svona farað þarna til þess að ræða stjórnarmyndun og það var einmitt þegar Katrín fekk svo stjórnarmyndunar umboðið og ég fór einmitt í góðri trú og sagði að ég vildi að Katrín fengi stjórnarmyndunar umboðið og mér svo fyndi sko, þá átti ég ekki bíl og fór á bíl foreldrar, nei, en ég fór á bíl foreldrar mér sem var svona svolítið jálkur sko, það var svona kassalaga Fiat Kubo alveg svona hvítur metanbíll eitthvað og ég var ekki alveg búin að átta mig á því sko hvað væri bara mikið presens ég var bara ekki búin að kveikja á því hvað þetta erði mikið svona viðburður einhvern veginn. Þetta var leikhús sem þú bauðst upp á. Já, og ég sem betur fer sko, ég fer úr leggbílnum og ég átti aðeins eftir að svona fríska upp á mig sko, þannig að ég er eitthvað að mála mig í bílnum eins og ég ger svo ofta að það er ekki við viðtölu eins og ég gerði það og ég kom þetta viðtölu og svo stíg ég út og er bara með eitthvað eina svona bók og rosa fín og eitt af því besta sem ég veit í mínu lífi er að Viðskiptablaðið á bara myndir af mér frá þessum degi þannig að það sína alltaf bara mjög sæta myndir af mér þetta skrifa mjög ljóta greinar um mig en sko, þannig að lappa ég inn og það er svo mikið af fjölmiðlafólki hérna og svo er spáð í öllu sem þú gerir til dæmis hvað ég beði lengi í bílnum það voru margir að spekulera í því ég átti bara eftir að gera mig aðeins sætari sko. Og svo fór ég inn til hans Guðna og við bara áttum svo gott spjall ekki bara stjórnarmyndunina og það var rosalega mikið spáði af hverju ég væri svona lengi að nynni og svona, þetta er svolítið skemmtilegt að koma í þetta er en nú er fjölmiðlunum fækkað síðan þá já, það getur en þú sagðir eitt mjög áhugavert áðan þú sagðir Guðni hefði nokkuð sinnum gefið stjórnvöldum spark Já. Viltu aðeins fara yfir það? Bara til að mennta mig. Já, eins og til dæmis síðast þegar að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra að þá sprakk sú ríkisstjórn út á uppreist ærumálinu svo kallaða. Og Guðni auðvitað flæktist inn í það mál mjög snemma á sínu ferli sem forsæti vegna þess að hann skrifaði undir þessi bréf stimplaði þetta frá ráðuneytinu þessa uppreist ær óskinum uppreist ær og ég held að þetta hafi tekið tölvert mikið á hann að hafa í raun óavitandi á þátt í harmið þessara kvenna sem var svo börðust fyrir því að upplýsa hvernig það hefði komið til að nauðgari þeirra
hafi fengið uppreistæri og lögmannsréttindin sín aftur eins og ekkert hafi í skorist. Eins og hann ætti ekki bók með 300 nöfnum ólögráða stúlknar sem hann var að eldast við, sem ekkert var gert með. Og í kjölfarið af þessu, að þá var Guðni ótrúlega áfram með það var mjög skýrt að hans hálfu, að þessum lögum þyrfti að breyta. Og þetta myndi hann aldrei aftur gera. Þannig að hann í raun knúði fram þessar breytingar á þessar löggjöf og sá til þess að það gerist áður en að þinginu í raun var og ég segi ekki hann hafi formlega sagt hér er frumvarp og þið gerið þetta svona en það var algjörlega skýrt af nærveru forsetans og hans fasi og hans orðalagi og allir því að þessu þurfti að breyta áður en að ný ríkisstjórn tæki við. Og menn völdu að hlýðunum, þeir þurftu það ekki? Já, það er alveg rétt. En það er bara, mér fannst það bara lýsandi. Hann er umvel að segja það að næst mun hann ekki skrifa undir það, nefnilega að breyta lögunum. Þannig að það var það að breyta lögunum. Hann hefur oft í sínum setningsræðum á þinginu ámynd þingi fyrir að uppfæra ekki stjórnarskrána. Það hefur kannski verið hans haldið fram að ég hef kannski ekki alveg verið sammála hversu skamt mér finnst hann vilja ganga í þeim efnum sko. En að sama skapi þá hefur það verið alveg skýrt af hans hálfu að við höfum brugðist því hlutverki okkar að uppfæra hérna ýmsu kafla stjórnarskrárinnar. Þetta eru svona 2 dæmi sem að mér detta strax í hug sko og hérna finnst það alveg mikilvægt að nefna. Gott, takk. Sko, ég segi pínulitla fórsetasögu. Þegar ég vann á Bylgjunni þá var Jón Gnarr dagskrárstjóri 365 og ég fæ hugmynd að þá er þess að stutt í forsetakosningarna 2016. Ég fer til Jóns og segi ég vil gera heimild eftir 5 forseta. Já, segi Jón, gerum það. Og já, svo að það allt sett í gang og ég sá Guðna sem besta svona þungavíkta viðmælanda minn, svona sækja sko þekkinguna svolítið til hans. Og ég ágætla málkunnur Guðna og ég bið hann þetta og hann segi fyrst, nei, ekki tíma. Svo ringir hann bara nema fyrir, jú, auðvitað vil ég vera með í þessu. Og við byrjum og við tókum upp alveg fullt af efni og hérna, svo er það þannig að mér var eiginlega alveg ólíft þarna á 365 árið, þannig að ég ákvað bara að hætta þar og fara þá yfir á Hringbraut og þeir eru rosalega fúlir út í mig að gera þetta með þættina sko, búið að taka alla upp, átti bara eftir að klippa á myndskreit og þetta og hérna og svo fer Guðni allir í frambúð þannig að þá var þetta alveg steindugt dæmi sko því að hérna en þarna voru þessi Jón Gnarr sem núna er í frambúði Guðni sem að viðmælandi minn og þetta var alveg bara... Þetta er ómyndanlegt efni í dag, nú ættu þér að klippa þetta saman. Já, þetta ekki þar. Já, þú situr á gullkistu. En ég, bara svo ég að því við tölum svona skemmtisögur á forsetum, þá kastaði ég einmitt Jón Gnarr í forseta í kvikmyndinni hérna Konu fyrir stríð, þar sem hann stendur á Þingvöllum og útskýrir fyrir kínverskum stjórnvöldum íslenska þjóðveldið. Þannig að ég æfði hann í þessu hlutverki. Við erum að tala um fjölmiðlana og mér finnst hérna að því að við erum með svona spjallþætti hérna og þá þarf maður að lesa þeim svona hvað er að frétta af þessu stjórnarmyndarviðræðu og það kemur mér svona svolítið óvart að það er enga fréttir. Í kvöldfréttir RÚV í gær þótt að sé verið að mynda ríkisstjórn og það er ýmislegt í gangi að þá hérna var eiginlega engin frétt. Heldur var bara ákveðið að spyrja almenning hvernig litist á forsetaframboð Katrínar Jakobsdóttur sem er eiginlega svona ótrúlegu miskilningur á því hver er stóra fréttin, þannig að stóra fréttin að það hafi verið að slíta ríkisstjórninni og þetta komið svolítið óvart að... Þeim ákveðin vorkun að það næst ekkert í þetta fólk, þau eru bara ekki tilbúin að veita neina viðtöl. Ég hef verið sem blaðamaður og einhvern tímann sko það var hérna ég og Gunni Vaff Andresar bankuðum upp á hjá Steingrími Hermannssoni í Arnarnesinu, hann opnaði á sloppnum, ég held hún hafi verið 2:30 nóttina og sagði spyrja hvað er aðeins og drengir og þá sáum við að þetta var kannski aðeins svo langt ekki. Já, kannski smá. En það var, en mér komið óvart það bara enga fréttir af þessu og það að RÚV komið með frétta sem er forsætisráðherra búinn að segja af sér. Ímyndu ykkur bara að þetta sé í Bretlandi eða bara Svíþjóð eða einhvers staðar í heiminum. Já, hún fengi ekki frið. Þá kemur fréttin, við ætlum að fara út á götu og spyrja almenning hvernig litist á að Katrín Jakobsdóttir fari í forsetaframboð, sem er svolítið skrítið. Það var eins og var á Stöð 2 að þá var hérna ung blaðakona niður í Þinghúsi og ræddi við Sigmund Davíð og Ingu Sæland sem var kostulegt viðtal vegna þess að Sigmundur kveikti á því að hann hafði annarkvæmt höfðu eitthvað spjalla saman svona áður hvað geti gerst því það hefur alltaf legið
í kringum þetta. Möguleikja því að kannski svona óanægða deildin í Sjálfstæðisflokknum vill náttúrulega bara henda VG út þessar ríkisstjórn, taka bara eitthvað annað inn, til dæmis flokk fólksins eða miðflokkin eða jafnvel viðreisn eða eitthvað, því að við náum engu í gegn í þeim málum sem að við þurfum að mæta okkar kjósendum í næstu kosningum með VG inn í ríkisstjórn. Og núna eru þeir náttúrulega að reyna að ná því í gegn að VG kingi þessu vegna þess að VG getur ekki sætt sig við að vera hent út í ríkisstjórninni. Þau verða eiginlega að gleypa hvað sem er og sem að mér finnst ætti að vera fréttin í öllum fjölmiðlum sem ætti að fjalla þetta. En á þessu tíma þá Jón Gunnarsson og fleiri alltaf að reyna að kasta inn einhverju í lofti, þú veist, getur ekki bara hent út VG og tekið bara inn flokk fólksins. Og Sigmundur byrjaði að viðtala á að segja svona, já, allir Inga verði ekki orðið bara félagsmálaráðherra eftir helgi, segir hann eitthvað. Og þá segir Inga, já, við erum náttúrulega til í að styðja ríkisstjórnina í þeim málum sem að skipta máli og Sigmundur hafði þá talið upp útlendingamálin, orkumálin og verðbólgun og eitthvað svona, að við erum alveg til í að styðja ríkisstjórnina í góðum málum til þess að og svo var ég kannski að kjósa í haust, þannig hún gaf þetta upp. Vísi tók þetta ekki eins og upp í frétt, ég setti þetta í frétt á samstöðinu, en þessi langi formáli er það að ég sendi á Ingu, eftir að leiði ríkisstjórn. Og þá kemur stóru stöðum, nei, flokkur fólksins mun aldrei framleggja líf þessar ríkisstjórnar. Svo hugsaði hann sig í 2 mínútur og segir svo, þú setur það kannski á vegginn að því ég hafði postað fréttinni minni. Þannig þetta sem sagt rétt. En þetta er í gangi á sama tíma og hefur verið að tjasla að hafa eins litla breytingar og mögulegt er. Þau þurfa að leysa það að Svandís getur ekki verið í matvælaráðuneytinu. Það tengist inn í svona formannskjör sem er væntanlegt í VG, þar sem ég held að Guðmundur Ingi vilja vera formaður. En ég meina flesti tala eins og Svandís getur tekið það, ég er ekkert svo viss það, þannig þetta er alvöru stjórnarkreppa sem er hérna og mér finnst að fjölmiðlarnir mættu fjallu það, en ekki bara gefast upp og fara út á götu í Kringluna og spyrja hvað almenningi finnst Katrínu Jakobsdóttur. Sunna, það sem þú varst að segja að þeir segi ekki frá og vil ekki tala, en áður fyrir þarna, ekkert fyrir svo lengur síðan, þá var verðmætt okkar blaðamanna ekki síst falið í því hvað við áttu góða heimildamenn. Að mynda traust við heimildamenn, það er stóra málið, en þannig segir bara þeir vil ekki tala við okkur, þau tala við einhverja í sínu flokki og svo kolli. Þjóð veit að þriðji vita, aldrei hægt að trúa því að bara berja og berjast áfram til að geta sagt fólkinu fréttinar. En er ekki hluti af vandamálinu bara hvað er lítil reynsla í fjölmiðlastéttinni í dag? Það eru fleiri sem að vinna í fjölmiðlum í dag sem hafa unnið þar skemur en 2 ár heldur en hins eginn, sko. Og það er auðvitað erfitt að vera komin með eitthvað að trausta heimildamenn hérna á fyrsta ári í starfi, sko. Ég þekki þið ekki. Karta ríkisstjórnarinnar, það er ekki margir Heimar Már eftir eða þið. Þetta eru fréttir þar, sko, það er mjög ólík afstaða innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins til framhaldslífs ríkisstjórnarinnar er frétt. Og það er ólík afstaða inn í VG líka það og það er ólík afstaða meiri sinni í Framsókn. En mér langar aðeins að koma einmitt inn á þetta, sko. Þetta með að VG sé alveg ómögulegt, þetta er náttúrulega líka ákveðin smjörklípa og ákveðin leikrit, þú veist, það er búið að ganga, finnst mér að mörguleiti ágætlega á milli þessara 2 flokka og það fær ekki mikla athygli hversu mikið til dæmis Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn farið töðunar og hvort öðru, sko. Þetta er ekki bara alltaf VG og Sjálfstæðisflokkurinn og það er svona það er ekkert en það er ekkert sem þau komast ekki yfir þannig séð, sko, í þessum málum. Það er kannski einna helst hvernig þau fjármagna hlutina sem að þau eru ofta ósammála. Og í orkumálunum að, þú veist, það er ekkert langt síðan þau náðu lendingu og ég skil ekki alveg þetta, þú veist, þetta er líka bara svona ákveðin áróður að tala með engin áróður, það hafa verið sett að 3 virkjanir á síðustu 10 árum, ég veit ekki hvað er verið að tala hérna, skilur þetta er svona, það er alltaf verið að búa til einhvern ágreining, horfðu hinga, ekki horfa það að umboðsmaður Alþingis að ég hafa ekki mátt selja pappa mínum hlut í banka, ekki horfa að ég skipaði vinkonum minn sem senda þér í New York. Tölum hvað VG er ömurlegt að vilja ekki hjálpa okkur í orkumálum, tölum útlendinga, þetta er mjög effektíft áráðusbragð. Þetta eru 3 flokkar sem hafa eiginlega aldrei mælst neðar, sko, Framsóknarflokkurinn hefur ekki mælst neðar á þessu kjörtímabili, Sjálfstæðisflokkurinn 0,1% neðar einu sinni. Og VG er held ég 0,8% yfir það sem að fór neðst sem var síðast.
Þannig þessi flokkar í stórkostlu vandræðum og það eru kosningar framöndan og þau eru að leita að því og þau ætla að fara í kosningarnar ekki til þess að leggja spilin á borðin og segja frá hvernig hlutinir eru. Þau ætla bara einhvern veginn að búa til einhvern moðreik það, þannig að þau lifi af næstu kosningar. Það þessum Framsóknarflokkur alltaf að boða einhverja nýjar byggingar. Hvað haldið að Samfylkingin hafi úr nógu mörgum þingmannsefnum að spila núna? Til þess að fylla allir þessi þingsæti meina. Já, þau eru ekki búa til stjórnmálaskóla Samfylkingar. Já, þau þurfa að bæta við 15-16 þingmönnum með skólakannunum. En það akkurat það engin að tala gallharða pólitík. Nei. Þetta allt svona grugga í óhreinu vatni. Þessir skipstjórar sem eru borð í núverandi ríkisstjórn, í mínum gamla heimabæ, þá fiska þeir sem róa, en þeir eru ekki að því. Þeir eru bara, það algjör ládeyða á sjónum hjá þeim. Já, þeir bara tapa fylgi. Þeir bara tapa fylgi og það er svo merkilegt fyrir allavega mig sem fyrrum stjórnmálamann. Mér bara finnst eins og þessu fólki finnst það bara ekki skipta neinu máli. Minn flokkur komin í kringum 18%. Hinir 2 að þurrkast út. Miðflokkur komin upp í 13 fyrir að ná ykkur bráðum. Já, og sko hann þriðji og það engin þarna inni að tala pólitík. Sko, þeir sem fiska sem róa, hvað meinaru með því? Tala hugmyndafræði, pólitík? Já, mér til dæmis. Talaðu hugmyndafræði flokksins þíns. Sko, við getum alveg sagt það að í pólitík eru menn sammála það að vinna þjóðinni gagn. En við erum ósammála leiðirnar að markmiðunum. Og stundum ósamlega markmiðin. Já, en sko af hverju til dæmis minn flokkur ekki að ræða inn í sinn hóp? Hvar stuðningur við einyrkjan og litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin? Hvar sjálfstæðisflokkurinn að tala í því? Bjarni bara svo upptekinn að segja orðin orkumál og útlendingamál. Já, en sko það það sem ég að tala að sko, það ekki verið að ræða við okkur sem eigum að kjósa eftir 1,5 ár. Það ekki verið að ræða við okkur pólitík. Það ekki verið að ræða við okkur núna til dæmis það að við stöndum frammi fyrir gífurlegum áskorunum í þessum samningum við opinbera starfsmenn. Það enginn að tala það. Það enginn og þeir svara ekki hvernig þeir ætla að fjármagna 80 milljarða á næstu 4 árum inn í kjarasamninga á frjálsum markaði. Enda búin að fresta framlagningu fjármálaáætlunar núna lengi og umframlaga heimild. Af hverju? Af því að forsætisráðherrann langar svo að verða forseti. Nei, býttu í alveg. Nei, af því að þau ekki sammála hvernig þau ætla að fjármagna. Nei, og ég alveg sammála, ég sammála þér í því, Þórhildur Sunna, það ríkir gjá þar á milli, en þetta það sem ég held sem fyrir stjórnmálamaður, þetta það sem skiptir mig máli. Ég vil heyra fólk tala þessa pólitík. Ég alveg sammála Þórhildi Sunnu að þetta með vinstri grænur og ómöguleg og þau eru svona. Mér hefur reyndar fundist minn flokkur gefa allt og mikið eftir bara per se í stjórnarsáttmála, í stjórnarsetu og ég einn þeirra sem alveg gallhörð á því að við eigum að slíta þessari stjórn. En mér svo gaman þessari narratífi. En nú Katrín búin að slíta stjórninni. Þið hafa engar skuldbindingar lengur gagnvart. Nei, en við ætlum samt að taka þátt í að ná okkur í einhvern sterkan plástur sem helst heldur. Getur þið unnið með Pírötum til dæmis? Ég held ég geti unnið með öllum ef að ég væri ennþá í stjórnmála. Ég hef oft verið að hugsa þetta. Stundum hef ég verið mjög skotin í Pírötum. Stundum. Já, bara stundum. Og en ég hef alltaf heyrt þá narratífi frá svona stjórnmála einhverjum besserwisserum að þeir eru bara ekki stjórntækir. Þetta bara frasi sem Sjálfstæðisflokkurinn býr til og þá sem ekki til að beygja sig fullkomlega, falla fram og tilbyða sig. Það er einhver saga, það er einhver orðræða sem ekkert sérstaklega. Þú heyrir þetta hvergi í orðu nema bara í staksteinum og hjá Sjálfstæðismönnum, stjórntækur. Hvað kom þetta hugtakinn í stjórnmála? Guðminn almáttugur, haldið þið virkilega að það taki einhver mark á Davíð Oddssyni sem ritstjóri Morgunblaðsins? Málgagn Trumps á Íslandi. Eru að grínast hérna?
Guð minn almáttur, ef einhver heldur að Morgunblaðið og Staksteinar, Reykjavíkurbréf og Leiðarinn séu leiðandi í pólitík, Guð minn almáttur. Nei, alls ekki. Við erum nú búin að vera í borgarstjórn núna í alveg þó nokkuð ár og höfum alveg sýnt að við erum ágætlega stjórntæk hvernig sem þú skilgreinir það orð. Ég veit ekki hvernig þessir menn skilgreina það. Nei, það skiptir ekki allir hver er narratífan? Hún er bara þetta. Ok, það eru nokkra narratífur í kringum okkur. Það er í fyrsta lagi það að við séum ekki stjórntæk. Fólk óttast að grasrótin okkar geti gert það sama og gerðist varðandi, og þetta er svona innan pólitíkurinnar hef ég heyrt, sko, að grasrótin okkar geti gert það sama og var gert þegar Björt Framtíð ákvæði raun bara einnig nótt að slíta stjórnarsamstarfinu og það er í raun ekki þannig hjá okkur, sko, það myndi ekki virka svoleiðis. Grasrótin okkar samþykkir að hafna stjórnarsáttmála þegar að hann liggur fyrir en getur ekki einnig nóttu slítið einhverju ríkisstjórn, sko, það er alltaf þingflokkurinn sem tekur slíka ákvörðun auðvitað í góðu samræði við grasrótina. Þannig að það er ein svona flökkusaga okkur að við séum ekki áreiðanleg og þar að leiðandi ekki stjórntæk að því leitinu til að það getur bara eitthvað komið og bara, þú veist, ef það kemur eitthvað smá rót hérna og eitthvað smá vesen, babbi bátir sem auðvitað gerist alltaf í ríkisstjórnarsamstarfi, að þá munum við einhvern veginn hlaupa frá borði, sem að ég held að við höfum alveg sýnt í borginni að við gerum ekki, heldur tökum frekar bara á málunum. Síðan er það hitt að við séum aðalega bara með leiðindi. Við viljum ekkert annað en að hleypa útlendingum inn í landið, engin landamæri sem að við höfum aldrei minnst á að við viljum og að við séum almennt hérna bara til þess að vera með vesen og leiðindi. Þetta er mjög algeng svona karakterisering á okkur. Já, þeir eru svona sjóræningjar. Nei, sjóræningjar eru miklu svo skemmtilegir. Ég meina þetta er eitthvað romm og þeir ræna fólk og jú, þeir eru svo sem vissulega með vesen, þeir eru kannski meiri glæpamenn heldur en mig við, en hérna nei, eins svona, við erum alltaf með leiðindi og vesen og eitthvað svona, við erum eiginlega bara til þess að kvarta, sko, ekki til þess að gera þjóðinni gagn. Þannig að, og þar með erum við líka máluð upp sem svona stjórnarandstað, frekar heldur en stjórn, sko, sem er mjög sniðugt. Og svo er það þriðja að við erum gerð svona óskiljanleg. Þetta er sérstaklega notað gegn Birni Leví. Ráðherra ríkisstjórnarinnar, ég held að sé nánast án undantekninga. Að þeir segjast ekki skilja spurningarnar sem hann kemur með, að hann bara skilja ekki það sem hann er að tala eða eitthvað slíkt, en þeir nota þetta líka gagnvart okkur. Þetta er mjög algengt líka. Þannig að þetta er svona 3 leiðir sem eru notað til þess að draga úr okkar trúarleika. Og er hluti af bara aðferðum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega notað sem svona miðja íslenska stjórnmála og valdamesti flokkurinn. Þetta er náttúrulega bara áróðusaðferð í stjórnmálum. Stjórntækur er bara hugtak Sjálfstæðisflokksins sem að þýðir það að ef þú ert ekki til í að éta skít allt kjörtímabilið, svo sé notuð skilgreiningar úr íslenskri pólitík, að það er ekki stjórntækur. Þannig þú ert ekki bara stjórntækur nefnum og getur bara étið skít. Ég held að koma með spurningu hérna. Það er hérna, þegar við vorum að tala um að ekki sagði fréttir, að það var hérna, var sagt í fréttu núna rétt áðan, að það var ákveðin manneskja sem að sagði að afsögn Katrínar Jakobsdóttur sem formanns VG væri tækifæri fyrir flokkinn og svigrúm til breytinga og að brottför hennar úr flokknum væri heillaspor. Hver haldið það hafa sagt þetta? Mér langar að sé Svandís, ég held að þetta sé Guðmundur Ingi. Rósabjörg. Og þú segir Rósabjörg. Þetta var Katrín Jakobsdóttir. Þú sagði þetta? Auðvitað. Já, sagði Katrín Jakobsdóttir Rósabjörg. Nei, Katrín Jakobsdóttir. Sjálfa sig. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir afsögn sína sem formann flokksins gefa Vinstri-grænum tækifæri og svigrúm til breytinga og að brottför sínu flokknum verði heillaspor. Þannig hún er komin í hörku stjórnarandstöðu. Gott að losna við hana forsætisráðherra. Hún er alveg ánægð með sig. Mikið heillaspor. Þannig að þarna er komið anti-establishment frambjóðandinn. Já, hún er anti-establishment, já. Já, hún er á móti Katrínu. En mér er svo gaman að tala um neikvæða narratífur, því að kannski má ég spyrja þig mína neikvæðu narratífum Sjálfstæðisflokkin. Hver er neikvæða narratífum Sjálfstæðisflokkin? Hvernig er hann ekki stjórntækur fyrir okkur hérna radikalana? Hann er spiltur. Já, við leifum nú henni að segja, mér er svo gaman að heyra að því að þú veist, þetta er svo í góðu hjónabandi, þú veist, þá hefur mér að segja, hvað finnst þér um mig og hvað heldur þú að mér finnst um þig? Já, en sko, ég á rosalega erfitt með þessa setningu Sjálfstæðisflokkurinn er spiltur. Já. Vegna þess að ég er hluti af Sjálfstæðisflokkurinn og það má margt um mig segja, en ég er ekki spilt. Og þegar að alhæfingar... Það var sko framgangur finninar flokksins og þeirri við, sko. Já, sko, alhæfingar í þessa veru eru óþólandi. Ég held að það sé með
með Sjálfstæðisflokkinn, sé það vegna þess að hann hefur átt aðkomu að ríkisstjórnum og borgarstjórnum og bæjarstjórnum og öðru þessartar í hérna langan tíma og það yfir honum svona valdstjættar bær. Ragnheiður, ég tók einu sinni viðtal við þig að það var þá, held ég þegar Illugi var gerður að menntamálaráðherra og þá fannst þér fram með það gengið. Já, mér fannst það. Já, þannig að sko þinn vegur innan Sjálfstæðisflokksins hefur verið grýttar heldur margar annara af því að þú ert ekki í réttu klíkun í flokknum. Já. En ég meina, sko, ég algjörlega sammálaður þar og ég var mjög ósátt við það vegna þess að ég var eina manneskjan sem kom úr þeim bakgrunni að hafa starfað innan menntakerfisins og þekkti það og svo var bara dreginn fram ágættu drengur sem heitir Illugi Gunnarsson hagfræðingur en Guðmund Hann er meira að vinna úr Já, en sko en ég held að sé það séu svona valdaflokkur Já, við erum svona valdaflokk og valdum fyllir spilling þetta er svona formúlan Ég kannski ekki tek ekki undir það að fylgi spilling en valdi fylgir ábyrgð og valdi getur líka fylgt spilling og spilling fylgir valdi og það er þarna inni umræðan og það er alveg rétt innan Sjálfstæðisflokksins eru margar klíkur og alveg rétt hjá þér Sigurjón Guðmund almáttur ég hef ekki tilheyrt neittni þeirra sko vegna þess að sumir hafa bara ef ég segði mig úr Sjálfstæðisflokknum þá er bara sagt farið fyrir betra sko og ég fengi bara fyrirsögn í Staksteinum Já, alveg heilan dag bara heilan dag sko bara mig Eru til spilltir stjórnmálamenn á Íslandi sem þú veist Nei veistu það, ég get ekki sagt já við þeirri spurningu ég get það ekki en það er hins vegar algjörlega ljóst og nú skulum við bara segja það eins og það er. Þórhildur Sunna segir að Bjarni hafi selt föður sínum bréf. Hann átti að lesa yfir. Nei, býða aðeins. Sko, þetta er dæmi að mínu mati klúður föður Bjarna Benediktssonar og þeirra sem að fara með fjármálin hans hefðu átt að segja sér það sjálfir að það að fyrirtæki Benedikt Sveinssonar kæmi upp í svona yrði ekki neinum til framdráttar og allra síst fjármálaráðherra. Þannig að það eru svona atriði sem að menn eru ekkert að eða mér finnst þeir ekki vera að pæla í. Menn voru með í skattaskjólum og hvað eina sko. Já, ég meina Bjarni var með í skattaskjóli. Bjarni var með í skattaskjóli. Menn eru ennþá með í skattaskjóli. Ég sagði fleirtölu. En það er kannski þægilega að segja að það eru stjórnmálamenn sem eru flekktir í spillingamál. Og hvernig flækist þú spillingamál? Mér finnst það erfitt að lýsa einhverju einni mannesku sem spiltri vegna þess að mér finnst það einhvern veginn myndmál sem að bara virkar ekki. Þú ert ekki bara eitthvað eitt, þú ert ekki spiltur stjórnmálamaður. Þetta er flóknari það. Ekki öllu sem þú gerir. Nei, en ég meina, þú veist, það er bara, þetta er allavega kannski nákvæmari svona skilgreining að maður ætlar að gæta orða sinna og vera svona nákvæmari orðalagi. En sko, þú veist, við erum náttúrulega ekki bara að tala þetta sem þú kallar klúður og ég kalla bara mikla vanrækslu. Heldur líka hluti eins og uppreist ærumáli þar sem maður var heilt yfir til þess að vernda æru þessa sama föðurs Bjarna Benediktssonar og Bjarna í leiðinni og almenningi og þessum konum sem að börðumst í höfðum hátt var meinað upplýsingar hvernig þetta mátti gerast að þeirra gerandi hafi fengið uppreist æru og lögmannsréttindin sín aftur og svona og síðan sáum við náttúrulega þegar það fjallaði fjármál Bjarna Benediktssonar fyrir hrun í aðdraganda þingkosningana 2017 og þá kom allt í einu bara lögbann og þá umfjöllun og það er hægt að segja já en ég meina Bjarni er í engum það og eflaust hefur hann ekki tekið upp síman og beðið það en það er mjög vond ásýnd á því að það hafi verið sett lögbann á fjölmiðl 2 vikur fyrir kosningar. Og svo framvegis, þannig að þegar þau koma mál svona endur tekið upp að þá er það auðvitað ekki gott fyrir ásýnd þess stjórnmálamanns sem
hvað ég maður að segja. En nú kemur þú aftur hérna Þórhildur Sunna, þú veist með þetta gegn Bjarna Benediktssyni. Hefur þú farið eða hefur verið farið og skoðað, hafa fjármál Sigmundar Davíðs fyrir skoðuð? Já. Það fyrir utan þetta, já hérna þar, hafa fjármál Sigurðar Inga Jóhannssonar verið skoðuð, hafa fjármál... Já, sko var Sigurður Ingi umsvega mikil viðskiptamaður í aðdraganda hrunsins sem að seldi fullt af bréfum áður en allt fór á hliðina og satt amenfundi þar sem að komst að því að það væri alltaf leiðin á hliðina áður en að seldi og á fjölskyldan hans viðskiptaveldi á Íslandi sem hann beintengdu við. Geta flokkar verið spiltir? Sko hérna en ég held einmitt sko að varðandi þetta, bara svo ég komið með punktu þetta, ég myndi heldur ekki vilja kalla Sjálfstæðisflokkin spiltan flokk, ég held að það sé ekki gagnlegt. Mín lýsing eða þú veist mín tilfinning gagnvart Sjálfstæðisflokknum er að hann er búin að vera allt og lengi við völd og þegar þú ert búin að vera svona lengi við völd þá missir virðingu fyrir þeim völdu svo þú hefur vegna þess að þér finnst þú eiga réttmætt tilkall til þeirra og þetta við þá gagnvart fólkið hefur kosið. Já, og þannig er með komið fram. Nei, og núna, það er ekki búin að kjósa. Það er alveg merkilegt hvernig Sjálfstæðisflokknum hefur tekist að komast í hverja ríkisstjórnuna á fætur annari þó að hann hljóti afhróð miða við sitt gamla sterka fylgi. Já, en sko, það er náttúrulega algjörlega borin vona í mínum huga að Sjálfstæðisflokkurinn fái aftur 36 eða 40% fylgi. Já, það er ég vil ekki aðtaka því að þátturinn Synir Egils, hann hefur verið tekin yfir að nýjum þætti sem að Benedikt Erlingsson sem að því miður hefur hallað sér að kvikmyndagerð og öðru slíku og getur ekki haldið áfram með þennan þátt á samstöðinni sem er talað á milli hjóna með Benna Erlings. Talað innlegt svona narratífu. Já, og filosofíu. Menn fá að segja neikvæðu narratífunum sjálfa sig aðeins og mæta henni. Ég hveiti til þess að bara halda áfram með þennan þátt hérna á samstöðinni. Bara setja í þessu stól og svo getur þú bara að kalla fólk til og... Ég held að þetta er að gera það. Þetta var skemmtilegt. Þetta er ekki vel í dag. En við verðum að fara að þetta, við erum löngu sprungin á tíma og hérna... Við ætlum að setja aðeins áfram hérna við bræðurnir en við þakkum ykkur kærlega fyrir. Ragnheiður, Benedikt og var reynda bara eitt mál svona sem kom staði... Þannig eru sumafréttir og það er ennþá í gangi að Katrín Jakobsdóttir er að lenda á Bessastöðum, það eru nýjustu fréttir. Fór hún flugleiðina? Vísir sagði að ætlaði upp á Vísir sagði að Katrín ætlaði upp á Bessastöði. Já, upp á Bessastöði. Minn góður sko. Þannig að það eru fréttinnar eru að Það er að gerast. Það er að gerast og það er engin ríkisstjórn í landinu frá og með eftir kannski korter, 20 mínútur. Það var engin ríkisstjórn. Jú, það er starfstjórn. En það er engin starfandi ríkisstjórn. Getur Guðni ekki þú bara slitið og búið til kosninga? Tæknilega sé ekki að hann er ekki að fara að geta hann ekki raskelt á aðeins? Hann hefur ekki umbótið þess. Jú, en ekki samt, hann geti kannski raskelt á en ekki. Hann kannski gott að sé þingt meiri hluti fyrir ríkisstjórn. Já, þannig að þið getur mynda nýja ríkisstjórn. Það verður, krakkar, hann mun kalla það verður fjör að þingja á morgun. Ég ætla til dæmis að eyða tímanum aðeins og ég nenni nú ekki að fara niður í þinghús, en ég mun alveg hafa stöðin á og hlusta á okkur. Það minnir mig að það, ég þarf að senda post á forsetavoran. Guðni hlýtur að heyra í Bjarna Benediktssyni og Sigurður Inga og núverandi formanni VG í dag til þess að meta það hvort það sé meiri hluti á þingi fyrir ríkisstjórn því að hann ber ábyrgð á því að hér sé starf af ríkisstjórn. Það er hlutur Guðna. Við þakkum fyrir í bili og höldum hérna áfram eftir augnablik. Já, við skulum afkynna gestum okkar saman. Ég var búin að fara eitt ring, þau bara tóku orðið og héldu þið áfram. Það er ekki rétt að ég afkynni þennan þá. Ragnar Ríkharðsdóttir, Benedikt Erlingsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þakka ykkur fyrir að vera með okkur og við sitjum eftir bræðurnir. Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir mig. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum.
fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Hvernig getum við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala af borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, herðu, það er pólitíkin, Sigurjón. Já. Það er náttúrulega, þetta er skrítinn staður. Það er allt upp í loft. Já. Eða svona, eða er kannski bara ekkert upp í loft? Jú, þetta er auðvitað upp í loft. Þetta er náttúrulega, þetta verður sögulegur atburður, það sem gerist núna á þessum fáu dögum. Forsætisráðherra segja af sér, það er bara mjög sjaldgæft. Já, og svona til að þjóna eigin persónulegu metnaði. En hún náttúrulega gaf það upp að hún hefði verið búin að ákveða að hætta og þannig hún gefur líka upp tónin að hún er að hætta vegna þess að hún taldi sér bara ekki ná lengra með þetta. Já, en það sagði svona eftir á, sko, en ég get vel að sé rétt hjá henni, ég er ekkert efast það, sko, en hún hafði ekki, hún hafði sagt þetta áður, hún sagði það í heimildinni í viðtali sem var í haust, en svo segir hún í yfirlýsingunni að hún hefði verið búin að ákveða að hætta og hún talar að ég var nú að vitna í hana það sem hún er að tala að sé bara Guðs blessun fyrir VG að vera laus við Katrínu Jakobsdóttur. Þannig að hún talar þannig eins og hún hafi bara verið búin, hennar erindi í pólitík var bara búið. Og þá er það, ég veit ekki, þú veist, sumir segja, já, hún er alltaf þreytt á þessu, en hún er alltaf forsætisráðherra, þannig að þreytan er gagnvart því að hafa ekki náð að halda hópnum betur saman. Já, og ekki koma sínum málum í gegn. Það verður ekki þreyttur ef allt gengur vel. Nei. Það bara gleymur þeir. Já. Þú verður bara þreyttur ef ekkert gengur. Já, þurfur að vera alla daga í ykkur argaldrasi og málamiðlunum fram og tilbaka. Hlýtur og leiðilegt. Já, það er náttúrulega ykkur leitið þín sök. Þú átt náttúrulega að leiða þetta þannig að þú sett að vinna að einhverjum áhugaverðum verkum. Þú getur tekið saman, eins og þessi ríkisstjórn kom saman, fullvissum að hún fær að vinna einhverjum skemmtulegum verkefnum. Hún taldi að vera nóga peningu til, ætlaði að vera að byggja upp innviði, mannstu geta því, 2017. Endalust til að peningum, ætlaði að laga vegakerfið og svo bara gerðu það ekki. Svo kom COVID og þá fannst þeim svona svolítið, ég sé ekki gaman, en það fannst svona tilkoma mikið að vera ríkisstjórn á þeim tíma. Já. En síðan hefur eiginlega ekkert verið svona engin samheldni í hópnum. Nei, það verðist ekki vera, sko. Þú gleymdu að mynda sáttmálan eitthvað sem þau höfðu sameiginlega áhuga á. Já. Það bara hver fékk ég vil fá þetta í gegn og ég vil fá þetta í gegn og enginn vildi, þannig að þetta er náttúrulega sjálfskaparvíti hjá henni ef henni leiðist í vinni. Já. Já, svo tekið líka til svona einstaka ráðherrar er að lofa bara slakta peningum eitt og annað. Síðast Áslaug Arna sem allar og Lilja með listamannalaunin og svona. Það er eitthvað svo litli peningar að því að vera þannig þjóðarhöll og svona sem að kosta ykkur 15-17 milljarða. Þetta í listamannalaunin er svo lágt. Já, ég er ekki að tala, heldur bara, tekur það upp hjá sjálfur sér. Já, ég sé Ásmundur var að skrifa undir eitthvað í gæra fyrradag eitthvað uppbyggingu á einhverju skólastarfi á Suðurnesjum. Já. Þannig ég hugsa að þetta er nú ekki kjördæmið hans, að þú veist það er svo mikið af þessu að maður næri ekki að melta þetta. Er það kannski út á álæginu sem þar eru
margt fólk að erlendum upprenna á Suðurnesjum, kannski skólastarfi það er að byggja einhverja nýja skóla og þetta er náttúrulega orðið svo mikil fjölgun að það vantar innviði á Suðurnes og tala ekki út af Grindvíkingunum sem er að bætast við og víðar, þetta er bara við skuldum mjög mikið í innviða uppbyggingum. Þessi ríkisstjórn hefur ekki verið svona ef maður myndi spyrja hana hvað er þessi ríkisstjórn mynduð og þá er svarið að það var til þess að mæta vinna á móti pólitískum óstöðuleika, það var sagt 2017 og þá hafði verið sprungi ríkisstjórn tvisvar í röð, Panamastjórnin og það. Og svo Bjarna. Það á ekki við í dag að þetta sé ríkisstjórn pólitísk stöðuleika. Nei. Það er eiginlega búin til pólitísk óstöðuleiki úr engu. Þeir náttúrulega heldu velli eftir síðkosningar og lögðu bara stað aftur. Svo er þetta bara ekki nærið þess skama núna og samheldnin ekki eins mikil. Nei, skilaboðin sem kom út úr kosningunum sem að þau lásu að ríkisstjórn eða kjósendur var að veita þeim umboð til áframhaldandi starfs. Kannski var það mislestur, kannski vildu kjósendur bara eitthvað allt annað, það er ekki bara best að kjósa framsókna því að Sigmundur Davíð hefur greint þessi kosninga baráttu þannig að þetta hafi ekki verið neina pólitík og þetta var náttúrulega mjög sérstök kosningabaráttu. Við vorum að koma hann út úr COVID. Ég tók nú einhverju leiti þátt í henni og ég fannst það svo undarlegt að þeirra voru kannski svona 10 dagar til kosninga þá bara eiginlega færðist kosningabaráttan yfir í auglýsingatíma. Það var eiginlega engin svona pólitísk umræða. Það voru margir að reyna að halda upp einhver svona umræðu, kalla fólk saman á einhverja fundi til þess að ræða. Það er kosturasti fundur sem ég satt á var heilbrigðismál. Og það var svona, hvað viljið þið gera í heilbrigðismálum og eitthvað sagðist til að gera eitthvað í sambandi við geðheilbrigðismál unglinga, annars sagðist vilja byggja upp einhverja heilbrigðisþjónustu út á landi og hinn vildi einhvern veginn vera að ræða að flýta byggingu Landspítala, þannig að þetta var eiginlega ekki, það var ekki umræðu eitt eða neitt, það var allir svona eiginlega, það var eiginlega svona eins og sett upp, við ekki skildi eiginlega, það skildi ekki, hvert er umræðu í þessu kostingum. Og ég held að sjálfur rétt hjá Sigmundi að þetta var ekki kostingabaráttu sem var alveg gersneitt pólitík. Þetta kemur út úr henni, óvæntur, eða ekki, sigur Framsóknarflokksins? Jú, þetta er náttúrulega, þeir voru með bestu auglýsingastofuna. Og þau lesaði út úr þessi þrjú flokkar, lesaði út úr þessi vilji þjóðarinnar til þess að þau haldi áfram. En ég held að það hafi bara verið mislestur, sko. Ég held að vera alveg eins verið að Framsóknarflokkurinn myndi bara sprengja ríkisstjórnin og mynda annars konar ríkisstjórn með VG og Samfylkingun og einhverju öðru, sko. Ég held að þjóðin hefði ekkert grátið það, sko. Nei, en samt svona einfaldasta leiðin til að lesa út úr þessu var það að stjórnarflokkarnir bætt allir við sig fylgi. Nei, ekki VG. Ekki VG. Nei. Og ekki heldur Sjálfstæðisflokkurinn. Nei, hann bætir aldrei við sig fylgi. Nei, nú þarf ég að fletta þessu upp. Svo tíðið liðin, sko. Nei, sko, ég fór að skoða stórsigur. VG tapaði miklu fylgi og það fengið 6,9% í kosningunum 2017 sem voru eiginlega kosningasigur eða hefði átt að verða kosningasigur Katrínar Jakobsdóttur. Ég held að það hafi verið 5 vikum eða bara 4 vikum fyrir kosningar að þá var flokkurinn að mælast með 28% fylgi. Af því að ég held að Þórildur hafi sagt að Þórildur Sunna sagt að Katrín Jakobsdóttur verið góð í kosningabaráttu og ég held að það sé ekki rétt, sko. Af því að þau voru bara stuttu fyrir kosningar þegar að Björt Framtíð sleit stjórnarsamstarfinu og það var boðað til kosninga með alveg fáránlega stuttu fyrirvara. Ég held að það bara verið 5 vikur. Og þá man ég eftir bara blaðamannafundi eða svo það verið tilkynninda eitthvað stað niður í þingi eitthvað svona og svo var verið að spurja meðal annars Katrín Jakobsdóttur og það gerði engin athugasemd við hvað er boðað til kosninga með skömmum fyrirvara. Þá var á þeim tíma þá hefði fylgi samkvæmt skoðanakönnunum nægt í 2 flokka stjórn Sjálfstæðisflokksins og VG. Og ég var alveg viss það alla þá kosningabaráttu að það væri það sem átt að gerast. En svo bara náði VG ekki að koma með kosningasigurinn sinn í mark og bætti bara við sig 1% frá kosningunum 2016. Það sem við höfum líka mælst með meira fylgi skömmu fyrir kosningar heldur en skáru upp. Og það gerist líka 2021 að ég tekka á því bara ganni að þeir eru 2 mánuði til kosninga núna. Að 2 mánuði fyrir kosninga þá var VG með 13,8% fylgi en endaði með rúmlega 12%. Þannig að
Þannig að það ekki þannig að hafa allir flokkarnir bætt við sér fylgi í kosningunum. Það var Framsóknarflokkurinn sem að bjargaði ríkisstjórninni með því að bæta við sér fylgi. Já, maður róna, þú segir það. Já. Og ég get nú flett upp á því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn misti fylgi, hann var með 25,3% og fær 24,4%, þannig að misti svona 1%. Þannig að það var Framsóknarflokkurinn sem bergaði þessu. Annars hefðu ríkisstjórnin fallið, sko. Já. Og síðan þú kannast við það, við sitjum hérna og erum alltaf að reyna að skýra pólitíkina, hvað lá á bak við kosningasigri Framsóknarflokksins 2021? Það getur ekki nokkuð með að svara því. Nei, ekki bara best að kjósa Framsókn. Já, það kann ekki að skýra hvað þetta Nei, það var bara, þetta slagorð bara, ekki bara best að kjósa Framsókn. Sem bara leiði á pólitíka eða hvað? Já. Það hefði náttúrulega ekki verið niður pólitíka. Fólki þótt þetta bara sniðut. Það hefði ekki niður pólitík verið á COVID-árunum. Nei. Þannig að ekki var fólk leitt á pólitík. Allavega, þá myndaðu þessa ríkisstjórn, þannig að það hafi verið mislestur á úrslitum kosninganna og svo leggjaðu af stað og það verður mjög fljótlega ljóst að þessi ríkisstjórn ekki neitt sem sameiginlegt. Þú veist, ef þú tekur saman 3 flokka saman, að þá gæti flokkurinn, ríkisstjórnin virkað ef þau vildu öll eitthvað tiltekið. Við ætlum að gera stór átak í húsnæðismálum. Allir ánægði með það. Móta saman einhverja stefnu því og keyra það í gegn. En það átti aldrei við þessa ríkisstjórn. Það var þessi flokkur vildi fá þetta, þessi flokkur vildi fá þetta og þessi flokkur vildi fá hitt. Og það sem þessi flokkur vildi, það vildi hinir flokkarnir ekkert sérstaklega. Þeir bara kyngdu því. Og það náttúrulega... Já. Ég held að... En svo það, Smári, það spennandi spurning. Ef kemum okkur flokkarnir 3 halda áfram. Hver verður forsætisráðherra? Mér finnst það ekki spennandi, sko. Nei, ekki mér. Mér alveg sama, sko. Já. Og ég held að það veri alveg sama þótt að Katrín Jakobsdóttir hafi verið forsætisráðherra. Og allt þetta tal að þetta hangi saman á einhverju trausti milli einhverja manneskja. Mér finnst það bara svona upphafning á einhverju stjórnmálaelítu sem að ég held að sko sé engu takt við afstöðu almennings til stjórnmálaelítunar. Ég held að almenningur í Íslandi það reyndar á orðu við eiginlega öll Vesturlönd nú orðið að stjórnmálaelítan borið lítil virðing fyrir henni og þetta verður alltaf að reyna að gera úr þessu fólki eitthvað svona fræðar personur og eins og okkur eiga líka vel við þau eitthvað svona eins og að við setjum okkur ekki í pólitíkin en við höfum að líka vel við þessi manneskjur og svona, ég veit ekki alveg hvað þetta kemur, þetta eitthvað svona PR-mennska og svona, ég kalli þetta stundum sófan hjá Gíslamartinni, það þessi stemming alltaf. Já, en við erum nú sagt áður og minn alveg að sko Katrín Jakobsdóttir hefur mjög þægilega nærveru. Já. Skemmtileg manneskja og þetta formaður húsfélagsins og hefur orðið formaður allra húsfélaga sem hún hefur verið í, það hefur fólk hefur treyst henni. En á móti kemur að leið og segir þetta þá verður fólk kannski að segja annað sem að það er hellinga fólki sem treystir henni ekki og það eru bara mælingar sem sína það. Ég er að tala bara okkar sko vegna okkar starfa, við höfum hitt hana og talað við hana að þá er það þannig að hún hefur þægilega nærveru. En við vinnum við þetta og ég tekið eftir því að fjölmiðlamenn eins og við eru að segja þetta. Já, hún kemur svo vel fyrir og hún er svo almennileg og allir svo ánægði með Katrínu. En við vinnum líka við að bera upplýsingar til fólks. Og ef það er manneskja sem mælist með 34% traust en 45% vantraust, þá verðum við náttúrulega geta þess og geta rætt það. Hvað var þess valdandi að fólk snerist Katrín Jakobsdóttir misti pólitíska inneign sína? Við erum ekkert að því hér, við erum bara að því að hún er nú búin að vera milli tannana og okkur öllum núna og verður næstu daga. Þá var ég bara, breytir einhver þá hvort hún hefur verið að fórsetið ekki. Og ég það er annað sem hefur gerst sem ég hef stundum minnst á sem er sérstakt með VG og í tíð hennar, bæði sem varaformanns fyrst og svo formanns. Þannig að eitt sérstakt er það að hún er með fylgi flokksins miklu neðar heldur en þegar hún var gerða formanni vegna þess að Steingrímur taldi sig verið búin að eyðileggja flokkinn þegar hann mældist með 8,1%. Þá tók Katrín við, en Katrín hefur farið með hann niður fyrir 5%. Og það sem hefur gerst líka á leiðinni er allur þessi flótti frá VG. Og þannig að þegar það alltaf verið að tala um að öllu líki við Katrínu og hún njótur svo mikils traust,
fjölmiðlafólk má ekki segja þetta ef það veit betur, að það eru 45% sem að treystin ekki og við erum ég ákvað að reyna að búa til svona lista yfir Andrés Ingi Jónsson, Anna Ólafsdóttir Björnsson, Ásmundur Einar Andrés Ingi og Ásmundur Einar eru 2 þingmenn í öðru flokkum sem að hafa flúið VG og það er Rósa Björk varaþingmaður í 3. flokknum. Þannig að það bara núna á þingi eru 3 flottamenn úr VG. Og með seinna ráðherra. Já, Atli Gíslason, Auður Lilja Ellingsdóttir, Birna Þórðardóttir, Bjartur Steingrímsson, sonur Steingríms, hann er farin úr flokknum. Og Björgur Rúnar Leifsson, Daniel R. Arnarsson, Davíð Stefánsson, Drífa Snædal, Eydís Blöndal, Eirun Eyþórsdóttir, Gísli Garðarsson, Guðfríður Lilja, Haraldur Þorleifsson, ég talið svona áfram, og Þorleifur pappas. Það fer ekki alveg saman að einhver sem að það er öllum svo vel við Katrínu en okkur sem hittum hennar svona spjalla við hana en það, við hefum ekkert setið þingflokksfundi með henni eða eitthvað lokaði fundi þess að maður kannski ég er akkurat að segja þetta þegar blaðamenn að tala það svona persónuleg reynsla því ég tók við hana 3 viðtöl og hitt hana 4 sinnum eitthvað leys að kannski ættu fólk að hugsa aðeins þegar það byrjar að senda þetta út til almennings, hvað þeim kunna vel við hana, að við verðum líka að segja fréttirnar eins og þeir eru. Og það er engi stjórnmálaforingi í Íslandsugunni mist eins mikinn herskara fólki frá sér eins og Katrín Jakobsdóttir. Þannig það bara. En hvaðan kemur Viðreisn til dæmis og er það ekki kropningur út í Sjálfstæðisflokknum, þau nú nokkuð mörg. Það er með Bjarna, við hefum oft talað Bjarna sem var alltaf að tala að Bjarni er svo góður og traustur og teflon Bjarni og hann heldur svo saman og stórkostlegur stjórnmálaleiðtogi og maður verið bent að byrja skoðanakannanir segja að fólk vandrist þessu manni og sagan sýnir að hann er með margklofinn flokk. Og hvernig, akkur ættum við þá akkur við sem fjölmiðlafólk, að því að við vinnum einhvern veginn og hittum Bjarna og hann gaf okkur einhvern veginn viðtal og eitthvað svona, eins og fjölmiðlafólk er mikið að gera, alltaf að tala hvað hann sé traustur og hann hefur ekkert heillandi framkoma. Nei, fólk, þú heyrir þetta þegar fjölmiðlafólk er að tala stjórnmálaelítuna, þá er alltaf Bjarni, en það bara er ekkert í sögunni sem bendir til þess að hann eigi inni fyrir þessari engun fjölmiðlafólks. Flokkurinn margklofnað hjá honum, það er stór hluti sem að er vöxtur miðflokksins er byggður upp á flóttafólki frá Sjálfstæðisflokknum. Já, núna, já. Viðreist fór og flokkurinn hefur ekki jafnað sig. Sömuleyti má segja að svona alþýðu fylgi sem að tilheyriði oft Sjálfstæðisflokknum hafi farið yfir í flokk fólksins og það voru flokksmenn inn í Sjálfstæðisflokknum sem tóku þátt í að stofna hann. Þetta gerist alltaf vakt Bjarna og svo hefur við alltaf verið að hlusta á einhverja stjórnmálaskýrendur tala það að Bjarni sé svo einhvern veginn yfirburðar stjórnmálamaður. Það er eitthvað, ég byrja að hafa áhyggjur af okkar stétt, hvernig hún talar stjórnmálaelítuna. Er fjölmiðlamenn almennt að mæra Bjarna? Já. Alltaf, í öllum þessum vikuloka þáttum og öllu þessu þá alltaf, Bjarni er svona, teflon Bjarni var það sagt, þess vegna fór ég alltaf að vitna í þessar kannanir. Hvað merkir það teflon Bjarni? Það þýðir að það verður fyrir ykkur áfalli, en þú lifir það af. Kemur ykkur að skýta reddingu. En traust á þessum stjórnmálamanni er bara svona, fylgi flokksins að þessi svona. Hvernig getur það haldið fram að þessi teflon Bjarni? Eina tefloni sem er hjá Bjarna er gagnvart stjórnmálaelítunni og fjölmiðlafólkinu sem að skottast á eftir henni. Þannig að mér finnst að komið tími til þess að fjölmiðlafólk rífi sig frá þessari nálægð við stjórnmálaelítuna og fara að segja vera með greiningar á stjórnmálastöðunni sem er meira í takt við það sem almenningur upplýft. Ég hef aldrei aftur að segja þetta Katrínu. Nei, ég heyrði þetta að það var eitthvað svona spjall það sem kom svona fjölmiðlafólk og það voru og að því að ég hafði verið nýbúin að skoða fall hennar traustið það sem þetta er umhverfað saga það voru fáir sem hafa átt meiri pólitíska inneign heldur en Katrín Jakobsdóttir en það var svolítið sérstakt og Ólafur Þór Harðarson hefur bent á það að það virtist vera tengt henni persónulega og skilaði sér ekki í kjörkljónum
líklega átti Davíð Oddsson meiri pólitíska inneign á sínum tíma, sérstaklega svona seinustu árun síðustu aldar. Það miðar þetta oft svona við snjóflóðin og svona sem kannski ekki alveg sanngjarnt, en það samt svona það sem hann stígur fram sem svona landsföður. Þar hafði hann alveg gríðarlega til dæmis kosningarnar, hann góðum kosningastigri 99. Hann tapar kosningan 2003. Þannig að líklega kannski svona 96 til 99 átti Davíð Oddsson meiri pólitíska inneign heldur en Katrín Jakobsdóttir og hans inneign var öðruvísi að hún skilaði sér í fylgi til flokksins. Hún skilaði sér líka í því að honum tókst að láta eiginlega alla aðra flokka, ræða pólitík á sínum nótum. Mér hefur ekki fundist Katrín Jakobsdóttir gera það og það sem að Ólafur Þ. alltaf að benda á, að persónu vinsældir í Katrínu skiluðu sér aldrei inn til VG. Þótt að VG hafi orðið stærri en Samfylkingin, þá það í sögulegu ljósi á Íslandi, þá var Alþýðubandalagið yfirleitt alltaf stærri en Alþýðuflokkurinn. Þannig að það í sjálfum sér ekkert skrítið að VG sem 15 eða 16% fylgi, á meðan að Samfylkingin bara í 10%, það bara svipað á Alþýðubandalagið og Alþýðuflokkurinn var. Þannig að það ekkert sem að bendi til þess að þetta það svona ættum við kannski að velta fyrir okkur býtu, kannski var þetta ekki pólitísk inneign, allavega gat hún ekki notað þetta nema það að verða forsætisráðherra og það það sem gagnrýnin á henni hún notaði pólitísk inneign til þess að verða forsætisráðherra en hún notaði ekki forsætisráðherra stöðuna til þess að ná neinu sérstöku fram, þannig að það var bara henni til vegsauka en kannski það vegna þess að eðli inneignarinnar var allt öðruvísi heldur en til dæmis hjá Davíð, að þetta var eiginlega bara það sem að þú varst kannski orða hérna upp af við, að það líkar allum vel við hana og vilja alltaf gera hana formann í húsfélagsins. Það var bara spurningi hvort að forsætis Bessastaði sé pláss fyrir formann húsfélagsins. Já, eitthvað þarf að stjórna þar. Herðu, þú ætlar að fara að sinna hundinu þínum? Já, ég einmitt. Já. En ég, þetta mál sem við verðum að ræða núna náttúrulega búið að vera mál vikunar alveg frá föstudegi. Á föstudaginn þá skellti ég í smá aukaþátt. Með, hann mjög góður. Mjög góðan þátt. Af Rauðaborðinu og við ætlum að spila hann núna. Þá fekk ég fyrst Ólaf Þ. Harðarson, stjórnmálafræðing og professor emeritus í háskólanum til þess að meta stöðuna. Svo kom Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Heimildarinnar og með honum Björn Þorláks sem blaðamaður samstöðunni og við vorum að ræða stöðuna. Og eins og við komum fram áðan hjá okkur, þá hafi ég enga fréttir verið að stjórnarmyndunarviðræðunum síðan þá. Og þess vegna þetta spjall bara eins ferskt og það getur verið. Það bara var ekkert að frétta. Allar fréttastofur bæjarins fóru bara í helgafrí og gleymdu því að það væri stjórnarkrepp í landinu, þannig að við fengum eitthvað fréttir af því. Þess vegna spilum við hér óbreytt viðtal frá föstudeginum, vegna þess að það hefur ekkert breyst síðan þá. Gjörðu svo vel. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var að segja af sér. Það má orða fréttir dagsins þannig því að raunverulega þetta tvær fréttir. Annars það að það forsætisráðherra sem var að segja af sér og hins vegar það fyrrverandi forsætisráðherra eða fráfarandi forsætisráðherra sem ætlar að fara í framboð til forseta. Við ætlum að fá hér nokkra gesti til þess að spá í þetta. Við verðum líka með vikuskamt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar og þetta náttúrulega helsta fréttir vikunar. Þá kemur hingað svona, venjulegt fólk. Við ætlum að byrja á fræðingunum. Ólafur Þ. Harðarson. Þú bæði menntaði og starfaði við þetta að greina svona stöðu eins og hér Má ég byrja á því ég sagði að þetta væri tvískipt frétt. Fyrsta fréttin náttúrulega það að Katrín Jakobsdóttir segir af sér og segir að hún hafi verið búin að ákveða sig fyrir raunverulega nýársdag að hún myndi ekki fara fram í næstu kosningum. Þannig hún var á útleið í pólitík sem nýfrétt. Sem nýfrétt, já. Og síðan þar sem að Guðni ákveður að bjóða sig ekki fram. Þá hefur hún tekið þá ákvörðun, hægt og rólega, að láta slag standa og fara í forsetakjör. Byrjum á fyrri helmingum. Katrín að segja af sér. Eins og þú veist að það nú alltaf matsatriði hvað sé mesta fréttin. En það auðvelt að halda því fram að mesta fréttin sé svo að forsætisráðherra ákveði að segja af sér þó að það séu engar sérstakar pólitískar ástæður sem að kalli á það. Þannig að, og þetta auðvitað eina dæmi sem við höfum í Íslandssögunni það að sitjandi forsætisráðherra
ákveði að hætta og fara í forsetaframboð. Reyndar hefur það aldrei gerst að nokkur ráðherra, sitjandi ráðherra, hafi farið í forsetaframboð. Fyrrverandi forseti hefur farið í framboð, Ásgeir Ásgeirsson, sem að hafi þá reyndar verið óbreyttur þingmaður í 18 ár og einhverjir ráðherrar hafa farið í framboð, fyrrverandi ráðherrar Albert Guðmundsson og náttúrulega Ólafur Ragnar. Þannig að þetta í rauninni mjög merkileg söguleg tíðindi. Það hafði nú svo sem hvarflað að mér og ýmsum að það kynni að vera að Katrín væri orðin svolítið þreytt á stjórnmálastúrsinu. En það þannig að því ég heyri þetta sem þú sagt að hinn og þessi sjóðunni þreyttir? Það nú sjaldgæft að fólk hætti í pólitík bara af því það eru þreytt eða fengið áhuga okkur öðru. Yfirleitt hættir fólk ekki í pólitík nema bara það bara dreigið í burtu og það bara þeirra í nauðina rekur að það neyðist til þess að það getur ekki haldið áfram að þá hættir það. Það alveg rétt hjá þér og það er auðvitað miklu algengara en hitt að farsælir langlífir stjórnmálamenn þeir séu að minnst kosti einu kjörtímabili of mikið og það alveg rétt hjá þér að það hefur reynst stjórnmálamennum svona í því heilu tagið mjög erfitt að hætta. En Katrín nú kannski, ég nú alltaf að segja menn ekki að lesa í nýru og hjörtu stjórnmálamanna, en ef maður leyfir sér það aðeins með Katrínu þá hefur mér nú virst að hún sé kannski ekki jafn valdsækin og margir svona stjórnmála kallar til dæmis, það kann að vera einhver kynjamunur á þessu. Þannig að í sjálfus og mér finnst bara einhvern veginn hennar karakter vera þannig að það komi manni ekkert endilega óvart að ef hún orðin leið og þreytt og mér sagt af fólki sem stendur henni nálægt að hún hafi, og ég hef ekki heyrt hann að segja það sjálfur, að hún hafi verið orðin býsna lúin á þessum sífelldu erjum innan ríkisstjórnarinnar þar sem að hún hefur orðið að leika sáttasemjarann og meðal annars þurft að gera alls konar óþægilega hluti eins og að láta sitt fólk greiða atkvæði gegn vantrausti á ráðherra Sjálfstæðisflokksins þar sem allir vita að auðvita vildu þessir VG-menn greiða atkvæði með vantraustinu en þetta verða menn að gera í samsteypustjórnum og mér líka sagt að hún hafi svona vaxandi verið pirruð á því að gagnrýni, þó hún sé ekki kannski mjög opinská, að gagnrýni á hana innan Vinstri grænna hafi líka farið vaxandi og sumuleyti það náttúrulega bara eðlilegt og það kannski ekki bein gagnrýni á Katrínu en það náttúrulega óþægilegt kannski fyrir forsætisráðherra sem að alla daga vakin og sofin í því að reyna að halda lífi í ríkisstjórn sem að á margan hátt bara sprungin í loftu að það náttúrulega erfitt fyrir hana þegar að fyrir að nálgast kosningar og hennar fólk í þingflokknum eðlilega fer að skamma í auknum mæli ráðherra hinna flokkana, reyna að endurvekja einhverja trú á því að VG hafi sérstöðu, VG sé allt öðruvísi flokkur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og þetta gerir svona stöðu hins málamiðlandi forsætisráðherra að minnstakosti hvimleiðari. Ég held líka reyndar að þetta sé varðandi það að taka þetta skref að þá sé í rauninni Katrín að velja skynsamlegasta kostin, koma bara og segja, heyrðu, nú ég bara algjörlega hætt í pólitík, ég hætt sem formaður, ég ætla ekki að koma aftur þó ég tapi þessum kosningum, ég legg bara allt í þessar kosningar. Og ég hef reyndar líka verið þeirra skoðunar að hún myndi ekki fara í forsetaframboð nema að hún teldi það nokkuð tryggt að það hægt að leysa framhaldsli ríkisstjórnar með einhverjum skaplegum hætti því það væri náttúrulega ekki glæsilegt farteski inn í forsetakosningar að hafa hlaupið frá borði
og þannig að ríkisstjórnin væri sprungin og allt væri upp. En pólitík svolítið... Áttu ýmsir vona á því að það gæti gerst. Já, en pólitík svolítið svona grimm að ef þú ert hætt í pólitík, þá ertu hætt í pólitík. Þá engin ástæða fyrir Sigurð Inga eða Bjarna Benediktsson að ræða við þig. Þau verða að ræða við þá sem að fara að taka við VG framhaldið. Þannig að leiðu þú, þetta kallað að vera dead man walking, leiðu þú bara gefur upp yfirlýsingur og þú setjar útleið, þá talar ekki við þig. Nei, ég held að hún vilji ekki vera dead man walking og fari bara. Og þar leðandi ræður hún ekki. En hún hefur náttúrulega heyrt eitthvað, gerir ég ráð fyrir, hún hefur heyrt eitthvað onni samstarfsmennina hvort að allt færi í hund og kött ef hún færi og miðað við hvað þeir hafa verið að segja í dag og í gær, Guðmundur Ingi varaformaður og svo Bjarni og Sigurður, að þá sýnist mér allt benda til þess að þeir muni mynda nýja ríkisstjórn á örfáum dögum. Það er hins vegar leið og atburðarásin fyrir í gang. Þá getur ýmislegt gerst. Þannig að þú getur aldrei verið viss það að þú hleypir þessum mönnum þremur einhvers staðar, jáfnvel átti að fara í sumarbústað á Þingvöllum, að það kom einhver ríkisstjórn út í Þú getur aldrei... Því að forsetuna breytast leið og maður heyrði svona ólíkan tón í þeim. Guðmundur Ingi, hann var nú bara á því að VG væri til í hvað sem er. Sigurður Ingi var svona frekar glaður og reifur, það var eins og hann hefði, mamman hefði farið með hann út í búð og hann fekk ekki ekstra stóran ís. Það var svona tónnin í honum og hann meiri sér að kjaftaði frá því í útvarpsviðtalinu í hádeginu hver ákvörðun Katrína var. Hann fetaði í fót Höskuldar 2016. Höskuldar viðvörun kom hérna. Bjarni hins vegar talaði eins og sjálfstæðismönnum svolítið tamt. Ef það einhver samninga framundan, þá gefum við ekki upp að við sem búin að samþykja fyrirfram, vegna þess að við ætlum að fá eins mikið út úr þessu og mögulegt er. Og það mátti heyra það hjá Bjarna. Já, það er mjög eðlilegt í rauninni þá sumir hrukk við og sögðu, heyrðu, ætlar hann Bjarni að fara að láta þetta stranda á því að ef hann fær ekki að verða forsætisráður eða Þórdís Kolbrún, að þá bara sprengi hann stjórnina. Ég held að ég hugsa líka aðna. Þeir náðu nýju samkomulagi í sambandi við orkumál, nýju samkomulagi við innflytjendamál. Það getur mjög vel verið. En Bjarni hefur náttúrulega í öllum þessum, þegar hefur komið þetta kemur til tal, einhver endurnýjun og að minna ævinlega á það að Sjálfstæðisflokkurinn sé stærsti þingflokkurinn. Og það held ég að sé nú meðal annars vegna þess að innan Sjálfstæðisflokksins hefur hann náttúrulega allar götur frá því að þessi stjórn var mynduð árið 2017 legið undir ámæli sumra sinna flokksmanna að það sé nú bara eiginlega ótækt að Sjálfstæðisflokkurinn sé í stjórn þar sem vinstri sósíalistir sé forsætisráðherra. Morgunblaðið hefði nú áreiðanlega orðað þetta þannig fyrir nokkrum áratugum. Sjálfstæðismenn sitja í ríkisstjórn í skjóli kommunista. Og þó að það hafi verið yfirgnæfandi stuðningur í Sjálfstæðisflokknum við þetta stjórnarsamstarf, þá þarf Bjarni reglulega minna á þetta. Ég upplifi ekki hann sé að fara að versla með að hann sé að sækjast eftir forsætisráðherrastólum. Það er bara að minna á það. Hvað það kostar að við gefum hann eftir. Hann ætlar að sækja það. Hann ætlar að sækja það í sterkri stöðu með góð ráðuneyti og líka, og þá kannski ef við ætlum að fyrir sér byrju í hvaða stöðu þá VG sem að missir forsætisráðuneytið og er mjög veikt og fórustulaust í samningum við Sjálfstæðisflokkinn til dæmis orkumál, innflytjendamál, því að VG líklega sá að þessu þremur flokkum sem síst af öllu getur hætt lífi ríkisstjórnar. Þau er bara eftir að velja sér fórustu og þau var ekki tilbúið fyrir fyrsta lagi seint í haust. Í augnablikinu þá náttúrulega væri það bara fullkomið disaster fyrir VG ef að stjórnin springi og það yrði náttúrulega disaster fyrir Katrínu og eitt af því sem að mælir nú með því að Sigurður Ingi og Bjarni hagi sér náttúrulega það að þeir eru búin að vera í 7 ár í mjög nánu samstarfi við Katrínu og hún á kannski höng upp í bakið á þeim að vísu það alveg rétt sem þú varst í að þú átt enga vin í pólitík og þú getur fengið rýtingin í bakið en
en þeir hafa enga sérstaklega ástæðu og þeir líti ekki svona á þessum rýtinga, þetta bara, ég vinn við það að semja að fá sem mest fyrir minn flokk. Að sjálfsögðu, en svona... eins og Humphrey Bogart sagði, sorry sweetie, but I have to kill you. Já. Allt í kurteisi, þetta er bara leikurinn. Þetta er eiginlega kjarnasetning í pólitík, en sko... það í rauninni sko hagur allra stjórnarflokkana að halda áfram þó að þrátt fyrir öll þau vandræði sem að þeir í stjórninni því að þeir vilja náttúrulega forðast kosningar þó að það sé nú kannski ekki líklegt að fylgi þeirra muni aukast mjög mikið en það getur nú og jafnvel minkað en menn vilja nú alltaf fresta þegar hérna illa stendur á. En sá flokkur sem síst vill fara í kosningar líklega VG. Þannig og það ekki gott í samningum að koma að borðinu og þú verður að semja hvað sem er. Það mjög góð spurning sko hvað menn ætla að fara að semja núna auðvitað verður stjórnarsáttmálinn í aðalatriðum áfram í gangi en það gætu verið einhver einstök mál eins og til dæmis orkumálin sem hún nefnir sem hugsanlega kæmu þarna inn. En ef við hugsum þá til lengri tíma ef menn ná nú lendingu núna að þá náttúrulega eru minnstakosti 3 dagsetningar mögulegar fyrir næstu kosningar. Í fyrsta lagi að þeir yrðu bara strax í haust. Síðan að þeir yrðu í vor og það kannski líklegast menn hafa verið að tala að það væri ágætt að færa kosningar aftur á vorið. Það hefur nú verið rætt það áður og ég man að Bjarni Benediktsson sló það út af borðinu og sagði tilkvæmseldur í að vera að berjast fyrir að komast á völdum. Það á mörguleiti mjög eðlileg reaksjón stjórnarherra að auðvitað setja þér út kjörtímabilið og þá þurfa kosningar ekki vera fyrir haustið 25. En svona ef við erum við ekki hér bara í ábyrgðarlausum og vangaveltum að þá hef ég nú verið að hugsa það svolítið sko hver framtíð VG sé bara út frá fylgi. Þeir hafa núna verið að mælast í flestum konunum náttúrulega rétt fyrir ofan þröskuldin en það hafa komið kannanir sem að setja þau út af þingi þegar að heildarfylgið í landinu innan við 5%. Og margir hafa talið maður heyri það mikið í umræðunni að fylgi VG undanfarin ár og áratugi hafi byggst mjög mikið á persónufylgi Katrínar. Ég hef nú ekki trúið því. Ég held að það sé algjör við. Kannski við bara, þeir einu tveir. Já, en við erum núna, var að ganga frá handriti með félögum mínum í íslensku kostingaransókninni sem kemur vonandi með haustinu sem fókusirar á kostingarnum 2021 en fer líka svona lengra aftur og ber þetta saman við eldri tíð og þar held ég að við séum nú með mjög sannfærandi rök fyrir því að gengi VG að veruleiti óháð vinsældum Katrínar. Katrín hefur allan tíman sem hún hefur verið í pólitík verið, og alveg þangað til núna bara síðustu mánuðina, verið sko vinsælasti stjórnmálamanna landsins. Á sama tíma hefur fylgi VG rokkað frá 11% og upp í 17%. Það einhverjir aðrir þættir sem skýra það heldur en stöðugar vinsældir Katrínar. Hins vegar held ég að vinsældir Katrínar hafi skipt mjög miklu máli varðandi það að VG fékk forsætisráðherrann 2017 og sérstaklega þó kannski það að þó að VG yrði minnsti flokkurinn 2021 þá hélt Katrín sem sé forsætisráðherra embættinu meðal annars vegna þess að það kom í ljós í könnunum að yfirgnæfandi eða sem sé langflestir vildu hana sem forsætisráðherra og það sá ég nú reyndar hlut sem ég hef nú eiginlega aldrei séð áður, það að segja að þegar að framsóknarmenn voru spurðir þá voru það álíka margir sem vildu að Katrín yrði forsætisráðherra og að Sigurður Ingi yrði forsætisráðherra og sama átti við sjálfstæðismannamennina að fjórðung eða sem sé 40% sjálfstæðismanna sirka vildu að Bjarni yrði forsætisráðherra en álíka margir að Katrín yrði forsætisráðherra. Þannig að þarna skipta vinsældindar máli. Skiptu. Já, en þetta eru kosningarnar 2021 sem eru eiginlega COVID-kosningar. En þetta í rauninni skilur sem sé það það fyrsta sem ég vil segja í þessari hugsun er að hérna sú hugmynd að fylgi VG sé algjörlega háð vinsældum Katrínar og ef að Katrín fari að þá sé VG bara dauða dæmdur flokkur, þá sé megi afskrifa hann algjörlega. Sko hinn kenningin er svo
að í rauninni það að skipta forystu og fá kannski sérstaklega ef menn fengju Svandísi Svavarsdóttur, að þá hún allt önnur típa heldur en Katrín og hún miklu harðskeyttari, hún meira hefðbundin stjórnmálamaður sem tilbúin til að taka slag og nú ætla ég ekki að segja að persóna Svandísar muni skipta einhverju rosalegu máli, en ef hún færir VG nær sínum rótum, fer að tala á harðskeyttari hátt fyrir umhverfismálum, fyrir feminisma, fyrir sósíalisma, þá markhópurinn sem að hlustar á það, hann ekkit óalega stór. En við vitum út frá kosningaransóknunum líka að fylgi sem að VG tapaði sérstaklega 2021, það var að tapa fylgi ekki til Sjálfstæðisflokksins eða Framsóknarflokksins, þau voru að tapa til annara vinstrimanna. Þannig að svona nálgun, það að reyna að setja VG að gera hann aftur að svona róttækari vinstri sósíalista flokki, að það, eins og ég segi, það höfðar ekki í mjög stóran hóp, en samt gæti það verið nægilega stór hópur til að VG þyrfti ekki að vera velgjart í kringum 5%, gæti kannski farið í 7, 8, 9, 10. Það kallar á svona uppgjör við stjórnartíð, formanstíð. Í rauninni kallar það svolítið á það og það er ekki auðvelt. Því það er enginn eftir í flokknum nema tryggir stuðningsmenn Katrínar. Svo ég slá í botnin í þetta, þá færi maður kannski líki fyrsta skiptið eftir haustið, að þá gæti það verið skynsamlegt fyrir VG að sprengja. Finna gott mál, þar sem að þeir eru í harðri andstöðu við Sjálfstæðisflokkin í einhverju hentugu máli og sprengja bara. Ég komin fleiri gestir. En þetta náttúrulega bara vangaveltur. Þetta vangaveltur. Þetta svo skemmtilegu tími að hittast og ræða pólitíkina. Þetta tími kannski bara örfáu klukkutímar. Þetta engin veit neitt. Og þessum þetta svo opið hvað hægt að spá og spöglur. En hingað komin fleiri gestir við rauðaborðið. Það Þórður Snær Júlíusson sem ritstjóri Heimildarinnar og Björn Þorláks sem blaðamaður hérna á Samstöðinni. Við erum það tvær fréttir sem í dag, Þórður. Katrín Jakobsdóttir sagði af sér sem forsætisráðherra og við erum eiginlega að dvelja við það. Hinn fréttin það að fráfarandi forsætisráðherra ákveður að fara í forsetaframboð. Þannig að við erum eiginlega að velta fyrir okkur hverju merking fyrir fréttarinnar að Katrín Jakobsdóttir segir af sér og lýsir því yfir að hún hafi raunverulega fyrir bara einhvern tímann í vetur. Við erum búin að taka það ákvörðun að leiða ekki sinn flokk í næstu kosningum sem að verða líklega 2025. Þannig að það ástæðan fyrir hún segja af sér, að hún á útleið og pólitík, en svo skýtur það inn í að hún ætlar að fara í forsetaframboð. Hvað merkir afsögn Katrínar Jakobsdóttur? Í fyrsta lagi kemur hún mér ekkit rosalega óvart að Katrín sé að hætta í pólitík. Við tókum viðtal við hana í lok síðasta sumars og þar sagði hún að hún væri til í þennan vetur og ég skildi hana þannig þá að það væri svona, þetta væri skilaboð það að hún væri komin á endasprettin að minnstakosti í bili. Hvað merkir það? Að hún komist ekki lengra með sín verkefni, að hún komist ekki lengra með flokkin sinn, hún komist ekki lengra með þessa ríkisstjórn og hún sé bara búin á því? Ég held að þetta merkir það að þau og hún persónulega sem pólitíkus lagði mikið undir þegar hún ákvaða að mynda þessa ríkisstjórn og hún var með mikið pólitískt kapital þegar hún gerði það. Og það hefur gengið mjög á það pólitíska kapital og hún hefur þurft að nota það til þess að svona verja ákvarðanir og aðgerðir og hegðun annara í ríkisstjórninni og líka það málamiðlanir sem flokkurinn eru gert sem eru margar þess eðlis að það ganga í berhögg við grunnstefnuflokksins og helstu stefnumálans og það sem skilgreindi Katrínu sem pólitíkus áður en hún gekk í þetta stjórnarsamstarf. Ég held að hún hafi bara verið þreytt og tekin af pólitísku ati en það kemur mér líka á óvart að mörguleiti að þegar þú stígur út úr því pólitíska ati að næsta skref á ferlinum sé þá að ætla sér að vera forseti. Ekki það að það sé hápólitískt embætti. Það er samt pólitískt. Það er það
Ef þú ræður því daldið, hvernig fórseti þú ert, þú getur verið pólitísku fórseti, Ólafur Ragnar var það sannarlega. Guðni var það mun minna, en en það kemur óvart að hún hafi ekki að minnstakosti farið í eitthvað millileik, að verið talað það og verið að hvísla það núna í nokkur ár, að hún sé að horfa eða svona útkikki eftir einhverju stöðu í alþjóðasamfélaginu, hjá alþjóðastofnunum, stjórnendastöðu þar, búin að búa sér til ákveðin prófíl á alþjóðavísu í gegnum forsætisráðherra embættið sem geti nýtt sér til þess að komast að í slíku starfi og þá getur hún auðvitað samlega átt annars konar líf en þegar þú ert alltaf í forgrunni í pólitík. Hún er alltaf búin að vera í 20 ár rúm sem annarkot varaformaður eða formaður þessa flokks. Já, hún hefur búin að vera ráðherra í, ég er ekki 13 ár frá hruni. Það eiginlega fáir búin að vera jöfn mikil valdafólk og hún og Bjarni Ritter. Já, hún alltaf ekki ráðherra frá 2013 til 2017. Já, það er bara vanda 4 ár. En er ráðherra 2009 til 2013 og svo aftur frá 2017 og fram til dagsins í dag. En hún er alltaf líka að segja af sér sem formaður Vinstri grænna og mér fannst ég vera að ganga inn í einhverju umræðu það hvað það geti þýtt fyrir þann flokk þegar ég settist niður og ég held að það veri mjög athyglisvert hvort að það fari svo að hinn þungavita stjórnmálamaðurinn í þeim flokki, Svandís Svavarsdóttir, taki að sér að leiða þann flokk og hún verður, ég ætla að vera sammála því sem ég heyrði sem Ólafur var að segja hérna áðan, hún mun beinskeittari og herskári stjórnmálamaður en Katrín sem hefur svona... Hún hefði til dæmis aldrei getað orðið forsætisráðherra í núverandi ríkisstjórn. Nei og kannski ef ég tekið þetta upp þar sem þú skildir eftir boltan áðan það að þeir getur séð hagsinn í því að sprengja upp þetta ríkisstjórnarsamstarf, þá eru þetta mörg mál sem Svandís ætti tiltölulega auðvelt með að láta steita á í þessu samhengi. Hún hefur auðvitað núna undanförnum árum meðal annars verið að móta mjög umdeildar tillögur sem eru komna fram í frumvarpi sem eru lagðar fram í samráðsgátt og eru á þingmálaskrá breytingar á sjávarútvegskerfinu og það er ekki vinsælt innan Sjálfstæðisflokksins opinberlega og sennilega ekki rosalega vinsælt að minnstakosti innan hluta Framsóknarflokksins. En líklega er hún að fara úr matvælaráðuneytinu. Það breytir því ekki ef að Svandís Svavarsdóttir eru formaður Vinstri grænna, þá leiður hún þann flokk pólitískt og það verður annar ráðherra Vinstri grænna sem tekur við hennar ráðuneyti ef hún fer úr matvælaráðuneytinu og það verður mjög einfalt fyrir þau að láta steita á því ef að samstarfsflokkarnir ætla ekki að samþykja framgang þess máls sem er svona ekta mál sem Vinstri græn getur farið með inn í komandi kosningar og bent á að þau hafi nú náð fram einhverju grundvallabreitingum á máli sem hefur verið þeim hugleikið mjög lengi. Varandi viðtalið sem þú ert að vitna í frá því síðan hausta sem hún segist alltaf að taka veturinn ef að ski og ef að mundi ef Guðni hefði haldið áfram eitt kjörtímabil viðbútt, hvernig hefði Katrín getað enda það að vera út þennan vetur og hvað? Já. Þá hefði bara verið sami atburður í dag nema hún hefði ekki búið til forsetaframboðs. Hún orðaði það að hún hefði íhugað stöðu sína síðasta sumar og væri til í þennan vetur og það er ekkit útilokað að hún hefði síðan verið til í eitt vetur í viðbót en manni fannst einhvern veginn svona þegar maður var að lesa á milli línanna að hún væri að gefa til kynna að þetta væri svona að fara að koma að leiðalokum minnstakosti í bili hvort sem að það þýddi að ríkisstjórnin myndi ekki lifa lengur en fram á þetta sumar eða haust eða hvort hún myndi þá ákveða að klára kjörtímabilið en hún sagði það mjög skýrt í viðtölum sem hún hefur gefið í dag að hún hafi verið búin að ákveða það einhverju síðan að hún ætlaði ekki að fara fram í næstu þingkosningu. En er það ekki líka saga sem henni hendar að segja núna? Það er gagnrýnt að hún sé að fara úr einu mjög valdamiklu embætti, valdamesta embætti landsins yfir í annað mjög valdamikið embætti og þetta er þægileg frásögn fyrir hana hvort sem er búin að ákveða þetta ef narratífan er svo, ef henni textað sem að sannfæra þjóðunum það að hún hafi hvort þið er verið að hætta það er þægilegri umskipti fyrir hana annars þá langar mig að á þess að nokkur hafi spurt mig, þá langar mig að segja ykkur smá fréttir. Ég var seinna inn í þessu útsendingu því ég var í Símanum. Ég hringdi í marga þingmenn
úr mörgum flokkum og það sem ég heyri úr fleiri en einni átt að það séu allir að tala við alla eins og það er orðað í mín eyru, að þetta sé eins og rétt eftir kosningar. Það sé engan veginn sjálfgefið að Vinstri grænir haldi áfram í þessum meirihluta. Það er verið að ræða minnihluta stjórn, hvort einhver sé til í að bakka upp það sem eftir að þessari ríkisstjórn með kosningum í haust. Það veit enginn hve mikla stjórn Bjarni og Sigurður Ingi og það sem eftir stendur af Vinstri grænum hafa á þeirri atburðarás sem framundan er. Fyrir klukkutíma þá var ég skeptískur á að það væri nokkur raunveruleg stjórnarkreppa komin af stað vegna þessa máls, en eftir þessi samtöl sem ég átti við þessa þingmenn þá er ég raunverulega farin að halda það að það sé eitthvað jafnvel annað í kortunum heldur en maður höfði. Þannig að það vilja allir hræra í pottunum einhvern veginn, reyna að fá eitthvað út úr þessu. Ég held bara að þetta sé galopið. Það reyna náttúrulega allir að hræra og það er nú misjant hvað tíðindin frá einstökum þingmannum eru áreiðanleg og ef að þetta væri hins vegar rétt þá eru það stór tíðindi en ég held að ég hafi nú hér það sama fylgir ráði Njáls að láta segja mér 3 sinnum en þetta er náttúrulega væri mjög áhugaverðar vangaveltur en í rauninni þú verður líka að spyrja hver er að græða hvað ætlar menn að græða á þessu, hver ætlar að græða á því ætlar einhver stjórnarandstöðuflokkurinn að ganga inn í ríkisstjórn sem er nú nánast óvinsælasta ríkisstjórn Íslandssögunar eða er einhver tilbúin til að fara að veita Framsókn og Sjálfstæðisflokki hlutleysi, kannski reyndar ef það er bara til haustsins, menn getur fengið kosningar í haust en af hverju ættu Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur frekar að vilja vera í minnihlutastjórn sem að mundi þá ekki lifa nema fram á haustið frekar heldur hann að högta áfram með Vinstri grænum. Sérstaklega kannski að Vinstri grænir eru í þeirri stöðu að þeir verða eiginlega að þykja hvað sem er búið því að þeir vilja geta síst allra farið í kosningar. Þannig þeir munu samþykja einhverja breyttar áherslur í orkumálum, þeir munu samþykja einhverja breyttar áherslur í innflytjendamálum. Ég held að þeir bara séu dæmdi til þess að þurfa að samþykja hvað sem er. Ég er ekki viss um það. Ég er eiginlega alveg handvissum, það sem ég er alveg handvissum er það að það er engi stjórnarandstöðuflokkur að fara að ganga inn í þessa ríkisstjórn sem varadekk til þess að hleypa henni eitthvað, að lengja lífdaga hennar hvort sem að... En til að stytta líftíma hennar. Já, en þú veist, það getur gert líka bara með þeirri afstöðu að segja bara nei og fara í kosningar. Það er engi stjórnarandstöðuflokkur sem myndi græða á því að fara inn í þetta stjórnarsamstarf með einhverjum leifum af sitjandi ríkisstjórn. Hún er gríðarlega óvinsæl, hún er með minni stuðning, eða með svipaðan minni stuðning en stjórnir sem hafa verið svona svipað eins og það er að vera mælast rétt á hana er að vera að springa. Hún er í þeirri stöðu að fyrir 5,5 mánuði síðan þá var barið í brestina með því að hrúa öllum stjórnarliðum upp í rútu og fylla rútuna á rútum af bjór og keyra upp á Þingvelli til þess að einhvern veginn að endurmeta stjórnarsamstarfið og svo var haldinn frekar dapur blaðamannafundur með leiðtogum stjórnarflokkana þar sem þeir sögðu, við erum búin að ákveða að við ætlum bara einbeita okkur efnahagsmálum og baráttunni gegn verðbólgu og því að ná svona tökum á verðbólgutrögnum og 5,5 mánuði setna þá eru við komin í þau stöðu að þau eru aftur að endurmeta stjórnarsamstarfi og það sem lá þá alveg fyrir maður fann alveg í samtölum við bæði fólkina ríkisstjórnarinnar og fólki í kringu þau í stjórnarflokkunum er að þau voru að vonast til þess ef það tækist svona sómasamleg niðurstaða í kjarasamningum og verðbólgan færi að fara nokkur hratt niður og það getur fyrir að lækka vexti að þau getur þó silt inn í kosningar og sagt bara, þið eru farin að finna fyrir þessu þið eru farin að finna fyrir því Það er að sparka dósinu undan sem við göttuna en þú veist, það er segir hinn reyndi hafnfyrringur með sögur og æsku sinni það er pólitíska vonin sem þau voru að bera í brjósti
og svo þetta koma, jarðhræringarnar og Reykjanesskaga og afleiðingarnar og þau og Grindavík og svo þurfa Grindvíkingarnar að fara að flytja úr einu samfélagi í 30 eða tæplega og eru að yfirbjóða hvort annan í... Alltbæti þess að verðbólga sé mjög þrálát. Já, það er meðal annars út af vandamál í húsnæðiskreppu sem eru óleysanleg. Já, meðal annars líka út af þessu sem ég var að segja, Grindvíkingarnir, húsnæðisverð að hækka sérstaklega í Reykjanesbæ, það viktar henni verðbólgu, hún að hækka milli mánaða og jafnvel þótt að þessi ríkisstjórn myndi setja út allt kjörtímabilið út haustið 2025 og það er kosið þá verður staðan aldrei þannig að fólk sé fara að finna fyrir því að það hafi það betra. Þannig að ég held að það sé borin von að fara á bakinu á einhverjum efnahagslegum bata sem kjósendur eiga að fara að finna fyrir inn í einhverja kosningar. Hún verður alltaf haltrandi þegar hún kemur að endalokum og kannski kemur upp svo að ég ætla nú bara að halda að það getur verið líklegt ef að Svandís sem getur verið algjör refur í pólitík og getur verið mjög herská ef að hún tekur slaginn og fer í tekur formennsku í Vinstri grænum sem hún bara tekur ef hún vill þá gæti verið mjög klókt að sprengja á einhverju máli og búa þá til nægilega mikið fylgi að þau hefðu þó allan að styrkleika til þess að vera kostur í ríkisstjórn og að minnst að kosti lifa af en eitt kjörtímabilið en ef þau alltaf haltra yfir línuna svona þá myndi ég ræðast afdrif Vinstri grænna. En svo getur maður líka spurt sig hvort það sem gerðist í dag kann að hafa einhver áhrif á afdrif atkvæðagreiðslu þingmanna þegar vantraust til að hann verður borin upp á Svandísi. Já, nú er aðeins búið að raska þessum hún fær örugglega nýtt ráðuneyti. Það eru bara list með þessar nýju tegunda því að axla ábyrgð sem felst í því að skiptum stól. Það er langlíklegt að það verði niðurstaða. En mér verður kannski ekki nema að Svandísi leggja ykkur höfuð áherslu að vera áfram í matvælaráðuneytinu sem að mér finnst nú ekki kannski líklegt. Þeir eru ákveðið taka á henni núna sem þeir höfðu kannski ekki fyrir. Ég kannski fá að bæta aðeins við vegna þess að þú segir áðan að Vinstri grænir séu þeir sem vilja síst kosningar. Ég ekki alveg viss að Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur séu mjög áfjári kosningar með því hvernig þeir eru. Ekki Framsókn, ég held að Sjálfstæðisflokkur væri líklegastur til þess að láta slag standa þótt þeir vilji það ekki. Hann hefur auðvitað það sem fáir aðra hafa. Hann er stór, hann er fjöldarheng. Hann er alltaf að trúa því að hann hafi. Og hann er með svona vélar sem hann getur keyrt í gang en hann er með landsfund í haust sko. Og við erum með formann sem er óvinsælasti stjórnmálamaður þjóðarinnar og hann sennilegast er að fara að stíga til hliðar. Það er ekki ljóst hvort að varaformaður verði inn í framboðið ekki ef að það kemur mótframboð þá verða þau sennilega 2 og þannig að sáflokkur er þá mögulega að fara í svona leiðtogakrísu er að mælast í 18-19%. Ég er ekki viss að nokkur þeirra sé klári kosningar. Ég ætla aðeins að spyrja VG af því að í gærkvöldi þá dundaði ég mig við það að það var morgun ég maður ekki. Þá googlaði ég innan svona gæslappa, sagði sig úr VG og bjóð til nafnalista og það var sá eina frétt meira sem Birnu Þórðar og Karolína Einarsdóttir sem fólk í Kópavoginum þekkir, Lilja Mósesdóttir, Atli Gíslason, Ásmundur Einar Daðarsson, Albaníuvaldi og Óli Kommi, Þorsteinn Bergsson, Jón Bjarnason, Hjörleifur Guttormsson, Anna Ólafsdóttir Björnsson, Guðfríður Lilja Gretarsdóttir, Drífa Snædal, Gísli Garðarsson, Ugla Stefánía Kristínudóttir Jónsdóttir, Margrét Pétursdóttir, Steinur Röggvaldsdóttir, Eyrún Eyþórsdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Eydís Blöndal, Tossiki Tóma, Daniel Arnarsson, Elvar Hrönn Hjartardóttir. Þetta voru bara það sem ég týndi bara af einfaldri Google-leit. Þetta er náttúrulega, ég held þetta, þú er nú í því hvað er einstakt í sögunni, ég held þetta hljóta að vera algjörlega einstakt í sögunni þessi flótti frá VG, eiginlega allan þann tíma sem að Katrín Jakobsdóttir hefur verið í forystunni og ég velti fyrir mér að þegar allir eru farnir, nema þeir sem eru eindregnir stuðningsmenn Katrínar og það var ógleymanleg setning sem kom í sjónvarpsfréttum þegar þeir héldu fund held ég einhvers staðar í Húnavatnssýslu og það spurði fréttakona einhvern á fundunum og það var flokksráðsfundur VG og kom fram mikil gagnrýni á forystuna og þá svaraði sá sem var til svara nei, ég held að það séu allir farnir sem að myndi gera það. Já, ég man eftir þetta. Þetta er bara heiðarlegasta svar sem ég hef heilt í íslenski pólitík. Þetta var vel sagt, ég meina það. Og þá er það spurningin, hver er geta Svandísar
Því að til þess að það endur þessu flokkin, þá þarf það að gera upp við formannstíð Katrínar í flokki sem raunverulega bara samsettur af eldheitu stuðningsfólki Katrínar sem raunverulega valdi Katrínu fram með flokkin. Já, þetta er nú mjög fróðlegt dæmi fjöldaflótta úr VG. Hins vegar hafa náttúrulega verið jafnstórir eða stærri fjöldaflóttar en þeir hafa þá birst í klofningi. Náttúrulega þegar að Héðinn Valdimarsson fór úr Alþýðuflokknum með stóran hluta sinna fylgismanna og bjóð til sósíalistaflokkin, þá var það náttúrulega risaflótti sem átti mikil þátt í því að Alþýðuflokkurinn náði ekki vopnum sínum næstu áratugina. Það var fjöldaflótti úr Sjálfstæðisflokknum til Alberts Guðmundssonar 1987 þó að það fylgi kæmi hins vegar mjög fljótt tilbaka. En þessi hópur sem ég þekkti nú ekki öll nöfnin sem hún last upp nægilega mörg til þess að sjá að tölverður hluti af þessu fólki gekk úr VG og hætti í VG á tímum vinstri stjórnar Jóhannu Sigurðardóttur. Sumir, já. En síðan líka við myndum þessar ríkisstjórnar. Þingflokkur vinstri grænna á því kjörtímabili var náttúrulega algjörlega óstjórntækur. Það er að segja að hluti þingflokksins studdi ekkert ríkisstjórnina og hvort sem þú sammála eða ósammála efnisatriðunum þá náttúrulega rekur ekki ríkisstjórn með þeim hætti. Að í þeim skilningi voru þeir algjörlega óstjórntækir. Og í rauninni held ég hafi heyrt eftir einhverjum VG-mönnum eftir kosningarnar 2013, ég man nú ekki hvað þeir fengu marga þingmenn, þeir töpuðu allavega mjög mörgum þingmannum. Viðkomandi var mjög ánægður með hinn nýja þingflokk því að hann væri sjálfur sér ekkert minni heldur en gamli þingflokkurinn þó að svona talnalega væri hann með 5 færri þingmenn eða hvað það nú var. Tveir af þeim sem fengu 2017 gengu út. Já, síðan er seinni hluti listans er eiginlega út af þessu stjórnarsamstarfi. Seinni hluti listans er klárlega út af þessu stjórnarsamstarfi og ég hef sagt það alveg frá því að sú stjórn var mynduð að það væri augljóst hverjum sem vildi sjá að svo ákvörðun að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum væri bara klár ávísun og fylgistap vinstri grænna og það gekk auðvitað eftir 2021 og síðan þegar að þeir endurnýja þetta stjórnarsamstarf 2021 þá var það enn skýrari ávísun á meira fylgistap vegna þess að mörgum vinstrimönnum og bara ef maður stúderar kjósendur vinstri sósíalista ekki bara hér á landi heldur í öllum nágrannalöndunum að það er fólk sem á mjög erfitt með að þola það að starfa með hægriflokki. Í Skandinavíu finnst þeim reyndar mjög erfitt að þurfa að vera formlega í ríkisstjórn með sósíaldemókrötum, vilja miklu frekar bara vera svona stuðningsflokkur krætana. Þannig að þetta þarf engum að koma óvart og það var í rauninni, ég leit svo á að þetta væri bara meðvitaður fórnarkostnaður því auðvitað í einhverjum skilningi í svona hefðbundum stjórnmálum er það náttúrulega meiri háttar sigur fyrir tiltölulega lítinn flokk, ég tala nú ekki vinstri sósíalistaflokk, að fá sjálft forsætisráðuneytið. Það hefur einu sinni gerst í Skandinavíu, það var í Finnlandi sem að vinstri sósíalisti var forsætisráður í árið eða svo einhvern tímann í kringum 1950. Skipti það meira máli heldur að ná fram málefnum fram? Það er svo allt önnur spurningsmåli vegna þess að auðvitað myndu hugsjónamenn segja það eina sem skiptir máli er að ná fram stefnu flokksins og hugmyndum og allir opinberlega myndu náttúrulega allir því auðvitað verðum við að ná fram málum. En hinn kaldi veruleiki valdsins er nú samt þannig að mjög margir stjórnmálamenn leggja mjög mikið upp úr því að vera við völd. Jafnvel þó þeir verða að gera málamiðlanir, það er hins vegar rétt að flokkar, vinstri sósíalista flokkar, hefðbundið, eru ófúsari til að gera miklar málamiðlanir heldur en flokkar sem eru nær miðunni. Ég meina við höfum náttúrulega Sjálfstæðisflokk, Alþýðuflokk, Alþýðubandalag, Samfylkingu sem að hafa verið tilbúin í endalausar málamiðlanir, ekki síst Sjálfstæðisflokkurinn,
og Vinstri grænir í rauninni bara hoppa inn í það mengi, enda sko það ekki, þú nefnir þessa flóttamenn sem að hafa farið úr flokknum, en við sjáum líka í rannsóknum á kjörfylginu að flóttamennir í kjósendahópnum, hvert eru þeir að fara? Þeir eru að fara til annara vinstriflokka. 21 voru þeir að fara dálítið til sósíalistana, en eiginlega fleiri voru þó eiginlega að fara annarkvort yfir á Píratana eða yfir á Samfylkinguna. Og það verðist næsta ljóst af þessum könnunum sem við höfum núna að nánast allt fylgir það bæði Framsóknarflokksins og Vinstri grænna frá síðustu kosningum, það fer nánast bara beint til Samfylkingarinnar. Það er náttúrulega þannig samkvæmt stöðunni ef við horfum bara á Gallup-kannar, þá eru bara 2 flokkar sem eru að bæta vissi fylgi á kjörtímabilinu. Já. Og það eru þetta hlaðast alveg svakalega undir Samfylkinguna sem er að rúmlega 3-falda fylgi sitt samkvæmt þessu könnum og hefur verið nokkuð stöðug þar og svo miðflokkurinn. Og þannig að það má segja það sem er að kvarnast að þessi sérstaklega Sjálfstæðisflokknum og einhver leyti Framsókn sé að fara yfir á miðflokkin. Og restin er öll að fara á Samfylkinguna vegna þess að Ólafur myndist á þingflokk Vinstri grænna hérna eftir kosningarna 2009. Það verður þetta mjög flókið úrlausnarefni hjá þeim sem stýra Samfylkingunni að fara úr þingflokki eins og þau eru með núna 6 manns yfir það, ef þetta myndi fara svona sem nú kannski ekki alveg raunhæft, en hérna ég meina í síðustu könnu þá voru að mæla sem 21 þingmann. Það geti orðið dálítið flókið verkefni að hafa stjórn á því fólki vegna þess að sérstaklega ef að kosningar bera brátt að og þú þarft að kalla til fólk með skömmum fyrirvara í framboð. Þá getur það verið einhver Lilja Móses og einhver Ásmundur Einar og einhver Guðfríður Lilja. Segjum sér svo bara svona rökræðina vegna að þetta fari svona að þeir myndu bæta við sig 15 þingmönnum og það verður kosið með skömmum fyrirvara vegna þess að það kemur eitthvað upp á. Þá þarf þetta að leita fólki sem er laust í það að koma í framboð með skömmum fyrirvara og það er nú oftast fólki sem er mjög laust við kannski ekki alveg fólki sem þú varst að hugsa þér. Það er nú góðu listi þannig að þeir sem eru að byrja fram til forseta. Þannig að það eru svona kannski freka fólk sem sér þetta sem svona æðsta þrepi sem það kemst í frekar en að einhverjir aðrir sem eru svona búin að eftir mikla yfirlegu og ákveða að gefa ykkur hluta af ævi sinni í því að þjóna sem stjórnmálamaður. Og það geti alveg verið flókið að halda utan það að það verið samstæða þar innan. Ég held líka að Vinstri græn verða að horfa á það að þau hafa haft 2 stjórnmálamenn sem eru mjög sterkir, Katrín og Svandís. Ég held að sé svona tiltölulega flestir sem eru að fylgjast með stjórnmálum eru sammála það. Aðrir sem eru í þingflokknar eru ekki mjög aðsóknsmiklir stjórnmálamenn. Þegar flokkurinn hefur farið í gegnum kosningar þar sem þeirra nýtur ekki við eins og til dæmis í gegnum sveitarstjórnarkosningar núna undanförnum árum, hérna í Reykjavík sem er þeirra höfuðvígi, hérna eru kjördæmin hjá Katrínu og Svandísi þar sem þær hafa fengið fylgi sem hefur oft verið yfir kjörfylgi. Heildar kjörfylgi í flokksins, það hefur algjörlega fengið afleita niðurstöð. Þar hefur verið að refsa flokknum þar meðal annars fyrir stjórnarsamstarfið. Rétt sloppið inn í mjög tæp, ég man ekki hvað þau fengu síðast, 4% eitthvað þar umkring. Í borginni. Já, minna var það ekki. Já, 3,1%, rétt sloppið með 1 borgarfulltrúa. Já, og það þarf náttúrulega minna, það er miklu lægri þröskuldur í borgarstjórnarkosningum heldur en þingkosningum. Þannig að það hlýtur að vera bara mikið áhugjefni ef þú eru að horfa á það að flokkurinn er með svona blúprint það hvað getur gerst ef hann fer í kosningar. En vegna þess sem að þú rætir áðan, Óli, ég tók stórt viðtal við Katrínu Jakobsdóttur þegar hún fagnaði 5 ára stjórnartíð fyrir Fréttablaðið og það var svona uppleikið í því var að fara yfir þessa sögu sem það var orðið. Hún hafði náttúrulega unnið það afrek að endurnýja ríkisstjórnarsamstarfið og við spáðum en nú kannski ekki endilega góðu í upphafi sögu.
Nema það að þá var farið að bera mjög mikið á þeirri gagnrýni sem hefur meðalans komið hér fram við þetta borð í dag, að hvað með stefnumálin, hún að ná sínu fram, þurfti VG að lúfa með allt sitt helsta, skiptir einhverju máli hvort þú ert forsætisráðherra ef þú þarft að yfirgefa eigin stefnu og undirganga sjónarmið annara með þessum tveimur mjög svo valdsæknu flokkum sem hafa mjög miklar reynslu og hefð af því að stjórna og ráða, og meðan vinstri grænir hafa það ekki. Svör forsætisráðherra þegar ég fór að pumpana í þessu viðtali akkúrat þetta sem við erum að ræða núna, þau voru nokkuð skýr. Þetta var hrakfallsríkisstjórn. Það var engin önnur leið til þess að ná saman ríkisstjórn heldur en með þessum hætti, og svörin voru líka á þá leið að þegar kallar eins og við erum að tala að VG hafi ekki náð neinu af sínum stefnumálum, þá voru svörin þau hjá henni að staðan væri sennilega töluvert verri hvað varðaði til dæmis mjúkmál, minnihlutahópa og ýmislegt fleira sem að hún ræddi alls konar mannúðamál sem að hún hefði náð fram, og maður svona velti því fyrir sér, það var kannski ekki hægt að annað en að taka pínlítið undir það að mögulega væri þetta staðan, að þessi hrakfallsstjórn sem mjög óvænt náði endurkjöri, að það yrði vinstri grænir töpuðu á henni, þeir hafa tapað öllu sínu fylgi næstu því, þeir eru að nefna það að fylgi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins sé ekki til útflutningsheldur. Kannski voru bara einhverja menningarlegar breytur í því að það var ekkert hægt að blanda saman olíu og vatni með þeim hætti sem gert var. Kannski þetta bara eins og þú segir frá Skandinavíu að við ættum bara að forðast þessar tilfellum. Það vita það allir sko. Þetta hljómar svolítið þannig að það er ákveðin tegund af fólki ef það stendur svona nýmálað sem að potar í það og fær náttúrulega málingu á pöttum. Mér finnst þetta að vera svolítið þannig. Það vita allir hvað það gerist ef þú ferð með svona flokk inn í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum, að þú eyðileggur flokkinn. En Katrín ákvað bara að pota í og aðtók hvort að málingu verið blöð. Sko ég held að það sé kannski tvennt þarna við það sem Björn var að fylgja upp hérna sem ég veit kannski koma með smá athugasemdir við. Sko í fyrsta lagi, já, ég menn það er að velja þá narratífu að með því að fara í þetta ríkisstjórnarsamstarf þá hafi Katrín og Vinstri grænir getað svona dempað vondarkvatir, það sem vinstra fólk sér sem vondarkvatir hinna flokkana og þannig dreigði einhvern veginn úr skaðanum sem þeir geta valdi. Þetta er narratífa sem maður heyrir líka oft frá fólki innan VG að þetta hefði verið miklu verra, hefði ekki verið. En ríkisstjórnin hefði hins vegar aldrei getið orðið til nema VG hefði verið þarna vegna sem þau var ekki með meirihluta. Og önnur ríkisstjórn þar sem þau talast að hefði verið miðflokkur hefði verið þarna, það var enga líku til þess að Framsókn og miðflokkur hefði myndað ríkisstjórn saman 2017 eða 2021. Og hitt er það að það kom mér ekki rosalega mikið óvart að þessi ríkisstjórn hefði á endanum getað endurnýjað umbúðið sitt í ljósi þess hvað gekk á árinu undan. Þessi ríkisstjórn hendaði ágætlega svona átaksverkefni eins og kórónuveiru faraldurinn var, þar sem svona hefðbundin pólitík var dálítið tekin úr sambandi og þetta var átak og það þurfti málamiðlanir til þess að ákveða hvaða veg átt að feta. En strax og hinum hefðbundum stjórnmálum var stungið aftur í samband og fullt af úrlausnarefnum sem hafa verið til staðar í töluverðan tíma fyrir mjög breytt samfélag. Við erum að breytast mjög hratt sem samfélag Íslendingar, samsetningin, fjöldin, með þess atvinnugreinarnar sem við erum með. Við þurfum að taka afstöðu í fullt af stórum málum, við þurfum að taka afstöðu í það hvernig við ætlum að halda utan velferðarkerfinu okkar, við þurfum að taka afstöðu í orkumálum, við þurfum að marka stefnu og taka afstöðu í útlendingamálum, ekki bara í málefnum flóttamanna, heldur líka útlendingamálum í heild. Hér eru svo mikið af fólki sem er að koma annar staðar frá og setja sér að, segi nefni sem dæmi. Og þessi ríkisstjórn var aldrei að fara að vera hæf það að taka þessar ákvarðanir. Hún bara getur það ekki vegna þess að svo langt á milli þeirra í bara grundvallar stefnu og hún getur það ekki, þannig að þetta var alltaf einhvern veginn farin að, og þau eru búin að vera með þetta á borðinu eins og til dæmis í orkumálum, vindorkumál, breytingar á rammaáætlun, allt þetta húsnæðiskerfi, allan þennan tíma og það er aldrei neitt komið út úr þessu. Þannig að ég held að hvernig sem fer þá er fólk orðið leitt á þessu. Það vil fá ríkisstjórn sem
er með skýra stefnu og getur hrindt þeirri stefnu í framkvæmd. Svo hvort að sú ríkisstjórn verði byggð á einhverju hægri pólitík, einhverju vinstri pólitík, það á síðan eftir að koma í ljós og verður bara niðurstaða kosninga. En ég held að það séu óbúslega margir orðnir leiðir á þessum móði. Þegar við talað að Svandís geti tekið VG ef hún vilji. Það er ein frétt hérna á MBL sem fyrir svona ég klár í að axla það ábyrgð og það mynd af Guðmundi Inga Guðbrandsssyni. Og ég ætla að sýna ykkur annað hérna því að þetta er nú í sjónvarpi líka. Ég held að þið getið farið og googlað myndir á honum og þið hef aldrei síðan brosað í að breytt. Þetta er bara, maður sér eiginlega allar þennunar í honum. En er hann að tala að hann sé tilbúin til þess að verða formaður eða hann sé tilbúin til þess að halda áfram í þessari ríkisstjórn? Hann verða formaður og hann náttúrulega sá sem að Bjarni og Sigurður Ingi að tala við þessa daga. Að sjálfsögðu, hann er varaformaður. Það verður ekki formaskiptið þarna fyrir inn í haust og það er ekkert gefið að Guðmundur Ingi, meðal annars út af þessu sem ég var að lýsa áðan, að það er svo margir sem eru farin út úr flokknum, að þeir sem þarna eru eftir bara stuðningshópur Katrínar og hann er einn af þeim, eins og Svandís í sjálfum sér líka, hún er náttúrulega, þið finna að hann aldrei hallmanna Katrínu. Nei, ég veit það ekki, en ég vildi kannski bæta við það sem að þér voru að tala Björn og Þórður. Sko, það er náttúrulega endalaust að það að rífast það því það er ekki auðmælanlegt hvaða flokkar er að ná fram hverju af stefnu sinni og hverjir ekki. Ég held sjálfur að það sé heilmikið til í því sem Katrín segir að þau hafi minnstakosti komið í veg fyrir alls konar mál með því að vera í þessari ríkisstjórn og til þess eiginlega að hnykkja á því þá þarf maður ekkert annað heldur en að hlusta á ysta hægrið í sjálfstæðisflokknum upp úr þeim stendur að þetta sé sósíalistastjórn og vinstri græn ráði öllu og það er auðvitað ekki rétt en það að vinstri græn hafi gefið eftir meira af sínum stefnumálum ef við miðum við einhverja formlega stefnusgrá heldur en sjálfstæðisflokkurinn ég myndi mér þess að vilja sjá mjög ítarlega. Þannig að sömuleiði var Þórður að segja að það náði engi sínu fram vegna þess að hafa eiginlega allir neitunarvald og þessum ríkisstjórn sem að getur hefur ekki breytt stefnu í neinum málum. En það er síðan sérstök ástæða náttúrulega til að velta fyrir sér þessari stjórnarsamsetningu vegna þess að það er algengast þegar í samsteypustjórnarkerfum að flokkar sem eru líkir hver öðrum, tiltölulega líkir hver öðrum stefnulega, þeir myndi saman ríkisstjórnin og við höfum blokkinar í Skandinavíu. Nú síðast var reyndar mynduð stjórn yfir miðjuna eins og sagt í Danmörku, en það eru kratarnir, Venstre og Moderaterni. Kratarnir eru auðvitað vinstriflokkur sem er tiltölulega nálægt miðjunni og bæði Moderaterni og Venstre eru ekki mjög langt frá miðjunni. Við sjáum það líka í okkar kosningaransóknum sem að við mörum nú gera grein fyrir þessari bók sem ég nefndi áðan sem er að koma með haustinu og er greining á niðurstöðum kosningaransóknarinnar 2021 meðal annars að ef maður býr til svona tvívítt graf þar sem að annar ásinn er efnahagsás, það er að segja í rauninni markaðshyggja og félagshyggja og hinn er svona menningar alþjóða ás þar sem á öðrum endanum eru svona frjálslyndir alþjóðasinnar, þeir sem eru sem sé með ESB eða þannig samvinnu líka frjálslyndir í siðferðilegu málum eins og samkynhneigð og þar á milli götunum, þetta eru hefðbundir ásar, að þá erum við sem sé með bæði vinstri hægri vít og við erum líka með svona menningarvít, frjálslyndir íhaldsamir, innilokun opingátt eða viljið og síðan reiknum við út hvaða afstöðu kjósendur einstakar flokka hafa til nokkurra mála sem að mynda þessar tvær vítir og það sem kemur kannski einhverjum óvart er í fyrsta lagi að kjósendur núna rata í mjög ríkum mæli í rétta dilka. Það er að segja að þeir sem að kjósa vinstri græn eru upp til hópa með svipuð viðhorf á báðum þessum ásum. Sama gildir miðflokkin og flesta hina flokkana kannski minnst Framsóknarflokkin. Það er meiri dreifing
En það er ekki bara þetta, heldur í svona tvívíðu grafi, þá sjáum við náttúrulega líka hvaða flokkar eru nálægt hver öðrum, sem að þýðir þá að ef flokkarnir eru nálægt hver öðrum, þá þýðir það að kjósenda hópar þessara flokka eru í stórum dráttum tiltölulega sammála megin málefni bæði á hægri vinstri og líka á þessum menningar alþjóðahás. Og hvernig mynd fáum við út úr því? Við fáum sem sé í frjálslinda, það sem eru frjálslindir alþjóðasinnar, þar eru Samfylkingin, þar eru Píratar, þar Sósíalistaflokkurinn, þar eru Vinstri græn og rétt hjá Viðreisn. Þannig að þessir flokkar út frá þessum tveim rásum væru svona náttúrulegir partnerar ef við værum að mynda ríkisstjórn byggð á málefnum sem að snúast í kringum þessa 2 ása. Það var kallið sem að rauð síðan í rauninni sko er flokkarnir sem eru lengst til hægri í þessu grafi, það er að segja það eru viðhorf kjósenda þeirra, Sjálfstæðisflokkurinn sem er lengst til hægri og svo Miðflokkurinn. Og Framsóknarflokkurinn og frjálslyndir eru mjög nálægt miðjunni. Síðan er Miðflokkurinn sko eiginlega mjög langt frá hinum, hann er miklu þjóðernissinnaðri á þessum menningar sem því bæði íhaldsamari þá í þessum samkynhneigða og þessi nýrri mannréttindi og svo alþjóðamálin. Þannig að hann er alveg sér á parti þar. Þannig að í rauninni sko annars vegar erum við með þetta mengir sem ég var að tala um áðan. Síðan náttúrulega í þessu augljósir makkerar væru Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur. En Framsókn og Frjálslyndirflokkurinn geta í rauninni verið í hvorum hópnum sem og þá erum við náttúrulega bara að tala um Þú meinar Flokkur fólksins ekki Frjálslyndirflokkurinn eða ekki? Sagði ég Frjálslyndirflokkurinn? Já, ég er farin að segja alltaf Frjálslyndirflokkurinn. Ég þetta leiðrétta mig mjög oft í þessu handriti sem ég var að skrifa. Það ég stóð alltaf Frjálslyndirflokkurinn. Það sem áttast alltaf Flokkur fólksins. Svona fer nú senaliteti með á. Svona í lokin, að því að þetta eru 2 fréttir. Katrín er að segja af sér og Katrín er að bjóða sér fram. Við höfum bara talað um fyrirfréttina. Og ég er að velta fyrir mig sko hvernig mun fyrri fréttin fara með eiginlega forsetaframboð Katrínar og kannski bara kosningabaráttuna. Það er náttúrulega líkur á því að þetta er svo heitt mál og áhugavert og með allri virðingu fyrir svona persónu frambjóðandi og svona, þá er ákveðin hætta á að sko kosningabaráttan snúist pólitíska arfleifð Katrínar Jakobsdóttur. Já, það fer dálítið eftir hvernig spilast úr þessu á næstu dögum. Ef það helst saman og þau ná einhvern veginn að búa til að minnstakosti það yfirvarpa að hér sé starfhæf ríkisstjórn sem ætli að halda áfram og mun ekki valda miklum usla að minnstakosti fram með 1. júní þegar forsetakosningar fara fram, þá geti það líft henni í þessum... Þá lifi fram á 100 daga minnstakosti. Já, þessa 2 mánuði sem eru fram að kosningum. En ég held líka að við séum núna komið fram með kannski frambjóðendur sem falla inn í það mynstur sem var síðast þegar alvöru kosið forseta 2016 að vera svona 4 frambjóðendur sem verða í efri deild. Og jafnvel fleiri. Já, jafnvel fleiri. Ég held að segja svona að minnstakosti 4, kannski 5 af þeim sem eru komni fram. Ég ekki trú að allir þessir 60 eitthvað sem eru að safna meðmælum vitandi og óvitandi muni farið fram en þetta verður örugglega alveg dágóður slatti og það er alveg augljóst svona ýmislegt sem maður séð sem maður getur notað til þess að styðja við það hverjir eru líklegir til þess að taka mikið til sín og hverjir ekki. Baldur Þórólfsson er augljóslega líklegur til þess, hann gengur dálítið inn í vélina Guðna og mikið af fólki sem vann með Guðna í forsetaframboðinu hans 2016 sem þar í kringum undirbúið þetta mjög vel. Það er mikið af fólki sem virkjað strax til þess að klára meðmælin á mjög skömmum tíma. Hann hjólaði í Katrínu í vikunni? Já, ég er ekki viss að það hefur verið mjög skynsalegt svona eftir óhyggja, en láta það leikja milli hluta. Jón Gnarr auðvitað
fór auðveldlega í 1500 meðmæli á skemmri tíma en Baldur og ég tók viðtal við Jón í vikunni og það eru 2 fyrir utan hann og Jóku að vinna að frambúðinu, þannig að hann ekki með svona vél í kringu sig og hann var heldur ekki búin að byggja upp stóran stuðningsmannahóp á samfélagsmiðlum til þess að fara beint í þetta verkefni, þannig að það er augljóst aðdráttarafl við Jón og hann áhugavert sem verður sennilega elsti frambjóðandinn í þessari efri deild að höfða til yngri kjósandana að mann Katrín sem jafnaldrar hans og eldri vilja bara ekki sjá hann sennilega yngsti frambjóðandinn í þessari efri deild að höfða til efnameiri, íhaldssamari og eldri kjósanda þannig að þau skipta svona dálítið hlutverk þar. Svo mun Halla Tómasdóttir sem fór vel í gegnum kosningarna 2016 og var miklu flugi á endasprettunni þar, sennilega líka verið þessi deild og svo verður spurningum það hvernig Steinunn Ólínu mun ganga að fyrsta lagi svona að fá kannski smá vind undir vængina og safna meðmælendunum. Það verður spennandi að sjá bara fyrstu kannanir, það hljóta að koma kannanir svona á þriðjudaginn eða svo. Já. Og ég bara búin að, eins og ég segja Björn þegar við vorum að labba hérna, ég búin að ákveða að þetta verið skemmtilegt og atvinnuskapandi fyrir okkur og alltaf njóta þess að horfa á þetta því að þetta getur þetta getur farið á allaveg og ég held að sé mikið að fólki... Þá skiptir máli að aðri fjölmiðlar heldur í Ríkisútvarpið standi sér vel í þessu baráttum því að kappræður eða hvað var kallit það sem eru 12 manns kannski á okkur hanapriki í umræðum og RÚV ekki hvorki skemmtilegt nýja áhugavert efni. Ég fagna því að RÚV sé bundið því að þurfa að veita öllum jafn mikið tíma vegna þess að það gefur okkur hinum miðlunum tækifæri til þess að gera þetta þannig að þetta sé fólki boðlegt og við ætlum að mista kost að gera fullt, við ætlum að vera með kosningaspá eins og við vorum alltaf með á Kjarnanum og við ætlum að vera með kosningapróf og við vorum sennilega að vera með einhverjum útfærstur að kappræðum líka, þannig að ég ætla bara að hafa gaman að þessu. Ég held að það sé líka vegna þess að svo mikið af þessu fólki sem getur breytt taktinum í þessu á mjög skömmum tíma þegar þetta byrja sko. Það getur komið svona sem getur átt sín moment í einhvers konar sjónvarpsviðburðum og Það ekki komið ljós hvað kosningabaráttan verður eða hver söguþráður hennar verður því að það náttúrulega það gerist í kosningunum að það er bara að breyta karakter að ég held til dæmis síðast 2016 að þá þegar Ólafur Ragnar hætti við að hætta og þegar Davíð Oddsson kom inn að þá bara breyttist kosningabaráttan og maður til dæmis eins og Andri Snær sem hafi lagt með svona tiltekið erindi inn í kosningabaráttuna, hann var allt eins og bara gestkomandi í einhverju allt annari kosningabaráttu en heldur hann hafði reiknað með og það má vel vera að það verði einhver svona breytingar í þessu kosningabaráttu þannig að það sem við sjáum fyrir núna að séu líklegustu kandidatarnir að það verði kannski einhvern veginn allt annað sem verður upp á því. Já, við getum náttúrulega bara spekulera en á endanum eru spekulasjónir jafn gáfulegar að það geta nú verið sko að það ekki fyrir að maður fær einhver gögn sem maður í rauninni getur farið að segja eitthvað að viti. Þannig þú ætlar ekki að tjá þig fyrir þessu svona 9 mánuðum eftir kjördag? Helst ekki fyrir en mér finnst nú best að tjá mig svona 30 árum eftir atburðina. Það eru svona vísbendingar. En hins vegar ég alveg sammála því sem að Þórður Snær bara að segja, skilur að þetta eru þeir kandidatar sem að þau myndi telja líklegast til þess að geta verið í einhverju deild. Reyndar hann Arnar Þór sem hefur nú ekki verið að mælast með nema 5%, hann svona alveg sér á báti vegna þess að hann með mjög afmarkaðan fylgismannahóp sem að í raunin á marganhátt svipaður hópur og Guðmundur Franklín var með síðast og Guðmundur fekk í kringum 7% ef ég mann rétt og svo reyndar einn af þessum sem hefur verið nefndur sem hún Halla Hrund orkumálastjóri. Hún hefur ekki tilkynnt framboð en maður hefur séð, ég þekki hana náttúrulega gamall nefandi minn en maður hefur séð hana samt í fjölmiðlum sem kandidat sem að svona hugsanlega gæti náði í tölvert fylgi og hún hefur líka sýnt það þó hún sé ekki búin að vera lengi orkumálastjóri að hún hefur bara lent í svona slag við eldri og virðulegri kalla sem eru hagsmunagæslu aðilar og hún hefur bara sýnt smá
bein í nefinu þar, þannig að hún svona eiginlega eina fáum af þessum sem eru ekki komnir sem segir það væri hugsanlegt. En heldur að Katrín Jakobsdóttir set ekki punkt núna? Heldur að það verði fleiri frambjóðendur? Það alveg hugsanlegt, það veit ég ekki, það verða náttúrulega fleiri frambjóðendur. Það er einhverju eftir að draga tilbaka einhverjir verða það og einhverjir mun ekki fá þessi 1500 meðmælinu. Ég ætla nú að enda þetta bara á því en ég vil það svo ánægulegt að vera hér með blaðamann sem bjartsýnn og alveg ákveðið í því að þetta verði skemmtileg kosningabarátta og svo ætlar hann að kofvera þetta með alveg sérstaklega myndarlegum hætti, þannig að ég fer bara hér mjög gladur af þessu fundi, svo ég tala nú ekki samstöðina. Já, við höfum talað ekki við Baldur og Höllu og Arnar Þór og Ástþór og fleiri. Fyrir nú alltaf hámarki hjá okkur er nú að tala við alla presta sem hafa áhuga á biskups. Jón Gnarr verður hérna mánudaginn Ég ætla ég ætla bara að enda kannski á því að spá því að þetta verði dálítið svona, ég held að það verði 4 þarna í svona sem verði í 2 stafa fylgi og það verði Halla Tómasdóttir og Baldur og Jón Gnarr og Katrín og þótt að Katrín sé auðvitað á blaði sigur stránglegust þá er hún sannarlega ekki búin að vinna þetta. Þarna er fólk sem eru unni kosningasigra, Jón Gnarr auðvitað vann rosalega kosningasigur þegar hann fór síðast í kosningar, hann býr líka yfir því að hann er einn af fáum stjórnmálumönnum sem gekk burt frá í raunulega framhaldi sem hann gat gengið að vísu. Skilgreið þessi betra bú heldur en Katrín. Kannanir sýndu að hann hefði fengið svipað fylgi 2014 eins og 2010 en samt fór hann. Og ég ætla líka að segja að Halla Hrund var út af samnemandi minn og við sátum á svipum tíma hjá Ólafi, þannig ég þekki hana líka. Og ég held alltaf að lesa svona dálítið í það að hún sé á dálítið klókan hátt að búa sér til stærra svæði sig. Hún er ekki komin á þann stað að vera kannski nægilega vel þekkt til þess að geta farið á móti svona fólki sem þarf ekki neina kynningu sem er þarna fyrir á fletti en hún getur verið í frambóð fyrir samfélkingu. Já, eða kannski eftir 8 ár eða 12 ár þegar næst fósetti verði kosin, þá verður hún strax nefnd í tengslum við það framboð vegna þess að hún var svona í kringum þetta núna og svo hefur hún, eins og Ólafi bent á, verið að standa sig vel sem orkumálastjóri og sýnt þar að hún býr yfir alls konar hæfileikum til þess að takast á við erfiðar aðstæður og erfitt fólk því að það er nú sannlega fáir geirar sem eru jafn erfiðir og frekir og verkfræðinga geirar í orkuhluta. En ég þakka þér kærlega fyrir Þórður Snær og Björn og Ólafur, kæra þakki fyrir komuna.